Are you ready now? Klukkan orðin 4 og það föstudagurinn 11. nóvember og FM 95 Blöður hafði göngu sína á þessum fínasta föstudegi. Auðun Blöndal heiti ég og sit í mínu sæti og það fullu bátur. Beint á mótinu sitja vinirnir, kumpanófnir og snillingarnir Egill Einarsson og Steindi Junior. Hvernig þetta drengir? Við erum bara helviti góðir, held ég það ekki? Ég frábær. Gýr í mönnum. Já. Kominn fössari og allir feskir. Ég elskar fösta. Já, við erum þetta ljúum ekki að hlustendum. Við erum ekki byrni í dag. Þetta Blondell núna Ég stættur á Flórida. Með vörð 50 Nei. Í fucking sunshine. Tjúðar að gera mig geðvegan að vita það. Sko, ég set aldrei á mig vörð 50. Af því að, ég byrja þá í 35. Þú ert að verða búið absolutely tanned. Það er sem óþólandi við þig. Ég nota ekki varnir, sko. Þú voru að nota vörð. Já, þú veist, ég bara Ég er heimst að nota enga vörð, sko. Ég nota alltaf 50, sko, því ég ætla bara að flippa það og fara í 30. Já, Aldrei neðar en það, sko. Þú ert nýkomin heim frá tenni, þú varst hvítar en áður að fórst út. Ég veit. Allar ekki klefan áður að fara. En þú veist, ég var bara í klefan að taka útvarpið. Það er klefin sem ég fyrir í, sko. Þú veist, þú getur að síma þetta og eitthvað, ekki til að brunga mig. Ég ligg aldrei, hvernig á maður hafa tíma til að fara og leggjast einhver staðar og vera þar hér lengi? Maður leggst ekki, það stendur maður ekki. En maður er labbandi út allan daginn, sólin er áður allan daginn, sko, og þess vegna viltu vera með vörð 50. Já, þú veist, ef einhver er með vörð, það er alltaf einhver að taka upp vörð, þá getur þú sprauta smá í lúkuna og maður situr á sig, en ég er ekki eitthvað að stressa mig á þessu. Ég er ekki með hann í rassvarsanum, bara labbandi sko. Ég er, ég mitt á millikar eins og svo oft í lífinu. Þetta setja á mig 30-25 í vörð, eitthvað, ég fer ekki út á þess að vera með vörð. Það er svo leiðis að brenna, það sígur að brenna. Ertu með orku? Það er bara til. Ég með Egils orku eða. Ég er ekki sér fullorðin mann með þetta áður. Með fullorðin virðingu fyrir geggjöðum drikk. Þetta er ölgerðin okkar bestu. Þetta er geggjöðum drikkur og ég drakk þetta mikið sem krakki. Já, þú veist, úlíkur. Var þetta í bílskúr eða er það bara að selja þetta? Nei, ég keypti þetta í kæli þetta fram í. Það er langt til ég sá orku. Þetta hljómar eins og þetta sé eitthvað svona ný sponsor á þættinum. Nei, alls ekki. Nei, það er bara Túborg og Geiluhöllin. Sko, málega það, ég ætlaði bara að ná mér í orkudrykk. Því að ég á sippin og ég horfði á kælinn og ég sá bara koffín 160 milligram. Já. Ég man ekki eftir að sé það. En þú ætti líka að vera 180. Því að svo er alveg svo er sigur í þessu líka, sko. Þú verður vel víraðar eftir þetta, sko. Þú ræði vel við 160 milligram, sko. Ég ræði alveg við sigurinn, sko. Orkan var langt á undan öllum. Já. Sko, það var komin orka löngu áður að allir þessi orkudrykki voru komnir. Kristoffer Hati áhrifavaldur. Hann var fyrsti Íslandingur til að drekka orkudrykk. Já. Var hann á sponsi í orku? Ég held hann hafi verið í 180 frekar en 160 sko, en hann komst allavega fyrstur. Hann var fyrstur í þessu. Gæti vel verið að orkan hafi verið fyrsti orkudrykkur landsins. Alltaf er ölgerinn skref og undan sko. Þetta segir mér Ég ætti að fara að taka bara vídeo. Nei, ég bara er að Þú færð svona allstað. Hvort þessi stafsendingavilla er 63 grömm að sykri í flöskunni. Hvað er það? Er það mikið að lítið? Ég bara er sko bara lítur að vera. Er það mikið að lítið spyr Steindi? Það er helviti mikið. Það er miklu meirin í sig, það eru kók til þeim sko. Það er Pepsi. Og þetta er meirin í trópi sko. Þetta er sko, ég held að sé svona háa tölu. Þetta er hann að fita það fyrir hlutverku. Réttum er þetta bara frekar. Þetta er rosa. Láttu drikkina svera. Þetta er eitthvað góð. Þetta er flott, strákar. Ég bara fekk mér hann orku. Hvað þarf ég að Nei, mér fannst það töff. Þarf ég eitthvað að verja það? Nei. Það er bara svo langt sem ég sá hana. Ég er bara datt út í sána. Það er að dæla sykrunum í það. Þetta er alveg veistla. Ég ætla bara að hissa. En að við verðum að tala sponsa líka. Þá eru, ég verða hérna því að Dynout okkar besta fólk. Þau eru byrjið með rafræn gjafabréf sem við höfum að hamra á núna. Þannig að við áttum að tala að það er bara tilvali í jólapakkan að gefa gjafabréf frá Dynout. Það er mjög sniðugt. Já, það er svona nýtt hjá þeim, hann er endilega að tjekkja á því. Maður þarf aldrei að hringja neitt lengur. Þú þarf aldrei að hringja eitthvað, hörðu, ég ætla að panta á borðu. Það er búið að drepa símtöl sem ég elska. Ég tek aldrei símtöl sko. En byrju, er það svo gamla góða Óskarsgrín? Þannig að þú kaupir, segjum að ég kaupir 20 skall hjá Dynout, þá er bara, þú veist, eru þeir með lista af veitingastöðum sem við getum svo bara valið úr það? Ég veit ekki meira, ég veit bara þetta er rafræn gjafabréf. Ég fór ekki dýpra í þetta. Ég er bara að skoða það er bara, þú ítir bara á veitingastaðinn sem þú vilt kaupa gjafabréf hjá Beskis sem þeir eru með hjá sér síðast okay. Hérna er Treslogos og fiskmarkaðun og allt rætt. Ég dýrka þessi rafrænu gjafabréf sko. Það er bara beint í volliti. Já, ég er samt ekki alveg sammála allir meðan mjög sáttu með símtölu sér búin því að
það fer ekkert meir í töðunum þegar ég get ekki hringt eitthvað ef það er vesen sko. Ég akkurat döð, það er ekkert með töðunum að það sími mér hringir. Ég held að hver er anskotan maður hringir? Ég hringi stundum í Egil bara svona. Það veit að ég þola ekki. Ég veit að þola ekki og líka sko, mér er svo gaman, ég er eini sem hringir í hann. Hann vill ekki, hann veit allir, hann vill ekki símtöl. En þú hringti líka í mig daginn og spurður hérna er nokkuð eitthvað pirrandi að vera að fá símtal frá gamla Sverri Bergmann er að terra sem er núna búin hringi okkur 4 kvöldur öglu 19:30 sko, veitir úr leiðin í háttin þá sko. Já, það er líka Hátta því ef hún er að hlusta sko. Það er 19:30 háttatími, símtal, mensvess. Nei, bara eftir kvöldmatt, ég hringi fullt að símtöl Sko, fréttir eru ekki búin að það er svona Hárni vilt eitthvað að drepa tíman og leiðum til sjoppu eitthvað það veit að ég vil ekki að símtal sko. Pældi því, ég fæ mér oft bara eitt kaffibolla eftir matinn. Svo tekið upp síman og byrja að ringja. Hvert ég anskotar ringir? Bara við þarfum að útrétta, ringi hinn og þessa. Ég meina, Svessi, þú veist, ringi Svessa, spyr hvernig þú ætla að sæna sig inn. Það er náttúrulega langmest, er ekki langmest á messengerum samt? Er ekki að senda langmest að bara Það getur afgreitt helviti Marta 95% af samskiptum að segja bara messenger og mail. Já, þið verður svo með næstu sko. Við ákvæmum að taka upp F9 blöð í dag svo ég myndi ekki missa 3 þætti. Ég er úti í 2 vikur og fer á 50 degi. Þannig við ákvæmum að ég fengi nú að vera með 1 og svo eigi þið næstu 2 drengir. Tótalega skilja að fara í 3, heldur bara vel í þig og það er svo leðilegur. Já, ég ætla að hella í Skara líka, hann verður að núti. Dæli hann. Já, með hvernig, hann var ekki gýr hann að síðasta laugardag. Hann á til að hella í sig. Þú voru að breyta honum í Raging Alcoholic. Það er svo léleg fyllibetta sko. Það er ekki hægt. Það er núna að breyta honum í álveru. Hann er svo erfiðasti, það er ekki hægt að breyta honum. Sér er spurning hvernig ég og Stone með fáum til okkar hérna næsta. Já, ég vil hlusta úti, ég vil fá góða þætti með hér úti sko. Já, það verða rosalega þættir. Sko, við náttúrulega þurfum aðeins að ákveða líka hvernig á ég að vera á tökkunum. Ég meina King Richie er alltaf geggjaður og síðan getur við bara vel stein. Já, það er herðu auðvitað fyrir að missa tæknimannin ykkar. Fyrir að vera á tökkunum hjá okkur. Ekki kallaði tæknimann sko. En ég get tæknimann. Hann er alltaf á tökkunum. Þú veist ekki teikt PlayStation 2 heima hjá þér? Já, herðu, þið kunnið ekki á takkana, ég kann á takkana. Þú íti bara ég skal, veistu hvað? Ég ætla að læra á takkana. Ég ætla að læra á takkana. Það tekur þig 10 ára að læra á þetta sko. Nei, það tók þig 10 ára að læra á takkana. Það tekur velnögt fólk bara í svona klukkutíma. Ég get alveg lofaði því Stendur, það er ekki að læra á alla þessa takla sem ég kann á þannig sko. Þannig að fáið einhvern tæknimann með ykkur. Ég ætla að fá hérna Rikka eða einhvern hérna sem hann kennar þetta. Einu sem er að Rikki er að gigga alla helgar, bara föslu í alla helgar út um all land. Þannig vinsast ekki í Íslandi í giftingu. Eða fólk er að gifta sig, þú hringir það í King Richie. Ósalegt. Það er líka að þú færður rosalega pakka þar, þú færður veistlustjóra og DJ. Og hann er alltaf í gýr, alltaf ofurölu sko. Hann er ekki edru DJ sko sem villuðið sko. Og færðu þá líka, þú færðu sem veistlustjóra, DJ og fyllibittur sem verður í partí. Já, hann mökka sig með öllum skilur, hann er ekki eitthvað þurr og leðilegur sko. Hann er bara alveg slefandi á sviðum. Það er bara ekki það er að ég myndi vilja að ég var að gifta mig sko. Ég vil að hlustendur viti, hann er að ljúga þessi neyð. Við erum ekki að láta þetta bara í lofti eins og þetta sé eðlulegar upplýsingar. Hann er ekkit að hann sé að mæta slefandi hann fer bara leðan er búinn. Já, sjálfsög. Það er einnig, ég hef sagt þessu sögu áður, ein uppáhaldsaga mín, svona gigsaga sem ég hef heyrt, það er þegar Rikki var að veislustýra á Siglufirði og svo er hann að bruna sem sagt, hann datt í það og sko, hann var á seinni vélina þannig að hann þurfti að keyra í gegnum göngin, hann fór sem sagt tvisvar því hann endaði að gista á Ólafsfirði. Hann fekk far með Íslandmönnum? Nei, þetta er ekki það sko, hann var á bíl, hann bruna göngin til þess að ná í dótið sitt, við tekin í göngunum, brunar aftur í gegnum til að fara aftur inn á Ólafsfjörð til Akureyrar, tekin aftur í göngunum, mista vélunum, þurfti að kaupa nýtt flugfar, hann tapaði á ferðinu. Hann kom heim í mínus með giggið, þannig að hann giggaði eiginlega frýtt og þurfti að borga með sér. Var hraðamyndavél í göngunum? Já, og hann tók hann tvisvar. Þú takk þessi tvisvar í hraða, varst að keyra þessi göng? Og fekkst á því flassi sko. Það er alveg ótrúlega. Hann er kannski ekki tekið eftir. Það lítulega, nema hann tók þetta fyrir flassinu og spýring aftur, þá er hann niður í þetta. Já, sér maður ekki alltaf, það kemur. Það fer ekki fram hjá manni sko. Nei, maður fær alveg góða byrstu. Þetta lýsir upp götuna sko. Ég hef lent í svona okkur sinnum, þetta bara, þú veist, svo hef ég, sko, svo fær þetta sent líka. Ég var það í gamla dag og fekk maður þetta sent. Þá sástu, þetta er mjög dítilað sko. Þá sástu sko náttúrulega bílinn, bílnúmeri bara í sérmynd
og farþegan, þú veist, þannig að ég var því svo hálfviti framan eitthvað, þú veist, með flassið og þú veist, allt þetta, þannig að þú fegst alveg svona nokkrar útgáður, skilur við bara. Já, ok. Þetta tekur ekki bara eina mynd, þetta bara fókusar á fullt af hlutum og tekur myndir og... Já, eitthvað kosta þessar kamerur. Já, svo er ofta ekkert kamerur í þessu. Nei, herr, við verðum líka að, ég veit við gerðum það í blöðkastinu, það er nú ekki allir sem hlustu að F95 blöð áskurðundur á blöðkastinu, við þakka fyrir bingoði, síðasta lögadag, geggjað, Sturlað. takk fyrir ykkur sem tóku þátt og við byggjumst afsökun á því sem gerðist í síðasta bingoðinu, tæknin var eitthvað aðeins að stríða okkur en eins og við komum inn á að allir sem hefur fengið bingo, þá er við alltaf séð það í kerfinu. Já, þú verður aldrei eitthvað fólk spila sjálft. Já. Kerfi gaf sig ekki. Nei. Þetta verður allir reynslubokkan. Já, og það er búin að laga þetta fyrir næsta. Og líka með næsta koncept sem er í svona stóra konceptið okkur í blöggastinu sem er hann að litlu jólun sko. Mér finnst aðeinslega besta koncept Já, það verður 22. desember þannig að, og þá er ekkert bingo, þá ætlum við að gera bara eitt sem er mjög vinsælt á YouTube, við ætlum að vera með 50 pakka og ef þú ert áskrifandi að blöggastinu þá er það að draga það út. Og þetta er sko, og líka þetta er konceptið líka, þú veist að kannski jafnvel gef ég þegar ég gjöfum stendi og blöð eina og þetta verður bara litlu jólun. Sko, við þurfum að gefa okkur öðrum gjafir af því þetta er litlu jólun. Jó, ég gef ykkur og þið ég strax fann að brainstorma hvað ég ætla að gefa ég líka og hérna, en hitt er samt svo geggjað þetta verður náttúrulega, ok, það verður náttúrulega geðveikir pakkar þarna, en svo líka held ég að ég vera nokkri prumpupakkar sko. Ég er nefnilega ekki saman á því, það er svo leiðilegt að því við erum að draga 50 pakka að það var nafn eitt dreigið og svo leiðilegt ef það er bara eitthvað lélegt. Bara nothing. Nei, það er bara tómu pakki. Ég mun berjast gegn þessu. Mástu, ég var að tala um þetta daginn. Ég sagði þú veist millistykki. Já, sem er ömulegt, það myndi frekar vilja ekkert. Ekki að það er áritað blöð sko. Áritað millistykki sko. Við erum ekki að fara áritað millistykki. En ég er bara svona dæmi sko. Þannig að þú veist, það get ekki allir verið að vinna bara flugferðir. Nei, með það verða flugferðir. En fyrir spilafíklana sem eru að hlusta, þá getið tekið þá bara með að sign up og... Já, þetta verður bara kósi og skemmtilegt í beinni útsendingu. En herru, það er reyndar annað sem ég verður að ræða því að ég er búin að geima þetta Egill því að Steindi setti þetta ekki inn í grúpuna. Við erum sérst með F95 blöð grúpu. Veist hvað... Geðu grúpa. Já, veist hvað Steindi sendi mér í geðan. Náttúrulega, við vorum að ræða þetta líka í blöggastana á mánudaginn. En hérna, við tókum upp á mánudaginn og hann kom á þriðjuti. Já, rétt. Að ég hef búin að græja fyrir okkur greindarmat og það var kona sem ætlaði að gera það. Steindi sendi mér svo kvöldi ég hef, veist að því meira sem ég hugsa þetta þá vil ég ekki fara í greindarmati. Þetta er bara að hugsa þetta allt kvöldi. Það er hættur við. Nei sko, málið er strókast. Þetta er alltaf bara málið. Við fáum bara staðfestu að séum í it sem allir vita sem eru að hlusta og eitthvað. Þetta er ekki træðilegt. Þetta verður ekki þannig eitthvað. Ég er nefnilega ekki sammála ykkur þetta sé eitthvað að fara að breyta líf ykkar. Þetta er life changing. Nei, þetta er það ekki. Þú möttu vita alla æfi bara og setja niður í it. Við erum á FM í 12 ár. Já. Það er ekki flókið sko. Það er ekki allir á stöðinu eins og þú. Ég er ekki verið á heilsugjæslunni sko. Þannig að þú veist að fólk leggur alveg 2 og 2 saman sko. Já, en þú veist, ég er bara að segja skilur að þú ert bara með kvitt. Hvað þið sé bara svo Einstein 250 allir nú inn á FM. Nei, ég er ekki sko. Það er ekki líklegt sko. Steindi vil alls ekki að sé til á pappirum ef hann er undir meðalgrensa. Einn af okkur verður alltaf it sko. Og hún er verið alltaf stríkt að eilífu. Það fylgir þessu auðvitað sko. Nei, ég held að séum allir svipar. Tökum það bara kassan sko. Við skoðum þetta. En byttuð, ætlum við skulum taka ákvörðum með þetta. Þetta er alltaf bara verkefni. Ef við förum í þetta, hittum þess að mannesku senda á blöð. Ég meina, þú ferð bara í þetta og við farið ykkur á tölu og séðan bara flott. En veistu hvað? Ég er nefnilega ekki sammála okkur. Ég held að þetta breyti engu máli. Ef þú ert að pari við Forrest Gump, þá er þetta álur skellur. Þá ferð ekki teim skælbrósandi það kvöldið sko. Þá ætlum ég bara að segja ykkur eitt núna. Þá er eitthvað gallað í þessu prófið. Því að bara á því að þekka ykkur veit ég að þið eru alveg vel yfir Forrest Gump sko. Þannig að ef það kæmi að þið verður að pari við hann þá þarf eitthvað að skoða þetta próf. Við verðum greinilega aldrei sammála um þetta. Því ég held að bara svo lengi sem að fólk bara allir sem eru að hlusta eru bara ánægðir sín líka. Þá held ég þessi ekki að fara að breyta neinum. Þú farið í eitthvað próf og það kom ítl úti án gríns. Nei, menn þú ert comedy genius. Kannski Steve Martin bara með 50 grendastölu. Hann er comedy expert. Ég er allavega ekki drættur þetta. En ég skil þig. Ef heldur þetta að fara af áhrif á lífið þitt og hvernig þú hugsar þá náttúrulega sleppur þess alltaf. Ég fikk bara kunna í dag sem sagði þið mig þið verðið að fara í þetta og það peppaði hann áskrifandi blöggastinu og sagði bara þið eru að fara. Þannig að greinlega árið komin hitti frá subscribers að við verðum að
Sturla okkur í þetta. Það má ekki gleyma því að svo getum við líka bara komið hrikalega vel út úr þessu prófi sko. Alltaf Nei, það er ekki alltaf fræðilegur, hugsa sko. jákvætt. Ríkala vel út úr þessu prófi. Best case er að við séum bara svona akkurat miðri kurvu. Bara Já, við erum best bara- case já, er bara- við erum ágætis við erum próf. með, já, average kurvan hana. Við erum bara þar í miðjunni. Já. Ekki Elliot, ekki Bill Gates. Bara Ég einhvers staðar hérna feskir, eða ekki? Ég mun sætta með hvað sem kemur út úr Ég meina að dref bleðast að vera gáðar. Þeir eru má ekki alla sólarhengin og mikið kvíða og það er vesen að vera gáðar. Þeir segja bara ignorance is bliss. Já, ég meina að þú ert heimskur og veist ekki alltaf skemmtilegandi. Já, sem við erum bara. Herðu, annars erum við með Svanan þáttir ykkur í dag. Við erum bara búin að negla þetta. Við erum svona, við erum að velta stein. Já, við erum með þá að velta steinum. Já, gerum það bara. Ég held að það sé ágætt að velta þeim aðeins betur. Það ekki? Já, við hérna ætlum í topp 3 í dag. Við ætlum að fara í klefa með Gauta. Gauti kemur hérna eftir, MC Gauti. Og við ætlum að henda honum í sverðuða. Sko, hann ánáttúrulega 3 legendary símtöl í mömmu sína. Já. Ég ætla að reyna að fá hann til þess að syngja í mömmu sína og fleiri og taka sverðuða sem ég hef alltaf gaman að. Þetta verður saklaust með hvað hann hefur hringt sko. Já, hann er farið illa með mömmu sína í þessu þætti. Já. Svo erum við með spurningi hérna. Gilsans, hvað erum við með þar? Hörru, nú er komið að King of Winter. Já. Og Það átt að vera fyrir löngu síðan. ég átt að því að þú veist, ég voru að gera eitthvað annað félagarnir og eitthvað. Já. En sko, átt að því Já, að ammælistáttur og svo sveppið með Já, okkur. átt að því að sko, King of Summer hefur verið svona árlega keppni. En ég hugsa, ákveðið akkur í King of Winter ekki árlega keppni líka. Já, ertu að tala um- Hver er meiri vetrakall, sko? Já, cozy teppi og Já, þú veist, hver Chicago. fílar meira, þú veist, ég veit það, frostið og allt þetta ógeð sem fylgir þessu. En þetta er ekkert eitthvað endilega, þetta er ekkert eitthvað sem að svona Þú langar veist að vinna þetta, jú, King of Winter. King of Winter. Það er svolítið flottu titil. Já, ég meina, Winter is coming. Já, því svo geggjum pels. Herðu, náttúrulega- Hefur séð Game of Thrones, eða? Já, herðu, hann var King of the North. Já, ég meina, þú vilt vinna Ég er frá þetta, Sjóðukröki, sko. Þú vilt vinna þetta, En ég akkur lofa hefur þér, sko. ekki bara eitthvað svona, hvernig myndu við skýra, hvað er Ísland? Er hún ekki mitt in the north eða? Jú, við erum heldur ofalega samt, sko. Herðu, Þetta er ekki jákvæmt fyrir prófið. Já, þú veist, þú vilt ekki hafa þetta á prófunu, sko. Hvar er Ísland og það, sko? Ég ætla bara að viðurkenna um það. Ég ætla ekki að þóra að svara þessu. Hætti að spurja og Fyrir að þú sagðir, er ekki Ísland vel norðanlega? Þá var ég svona að hugsa, jú, eða ekki, en ég var ekki viss, Þú vil líka vita hvað norður eru, hvað það skrif eitt, sko. Já, það er upp. Norður eru upp. Það getur verið á prófunu, sko. En það er ofta kólfi. En ég er á kolluðið, þá norður. Það er trick question. En sko máli er að hérna Er ekki norður alltaf upp? Já, ég er aldrei það, sko. Ég sko náttúrulega Man veit aldrei, sko. Veist Basic aldrei. svona áttaviti er jú, það er að vinstri, þú veist, hægri er austur og allt þetta. Já. En veistu hvað? Núna búum við bara En af hverju segir maður þá farðu norður og niður? Já, það það er- ættir hún að vera sko Farðu norður og upp? Já, farið söður og niður væri eiginlega frekar sko En herru, ef þú pælir aðeins í þessu þú veist, við vitum ekki núna hvar við erum í heiminum Já, ég veit það alveg, ég get alveg bent á okkur á korti, sko. Ég- Já, ég- Þú veist ekki hvort að það, hvað er eftir í norður Þú myndir rétta með Atlantshafi, eða? nött, ég geti bent á Ísland ef það er í prófunu og held ég fæði púntar, sko. Fæði líklega púntar, sko. Ég myndi líka alltaf að segja að Ísland sé mjög norðarlega. Það er staðfest. Já, þetta hljóma vel að segja það en þú veist Það ekki. er það, jú, ég Nei, hvernig veist að Ísland sé ekki bara vel sunnanlega? Því að þá væri hlýðsvað hérna. Fjandina. Væri ekki hvað? Við erum við svona heimskir. Við erum- Nei, ég veit alveg, við erum norðarlega, Steindi. Við erum Veist þú rétt á Grænlandi, ég veit það, sko. Það er kallt þar. Já. Þetta er Svona- ekki gott fyrir prófið, það er staðfest Nei, ég- Ef þetta verður spurning á prófinu Ég er bara nátt að maður okkur að þú ert orðinn stressað fyrir þessu prófi. Já, þetta er Já, bara ég meina, þú veist Ef þú veist ekki að Ísland er norðarlega. Og síðan þetta streitu alltaf til próf. Segðu mig Ég vissi að það. Stendur orðin stressaði fyrir þetta, hann er ekki svona að fara. Segðu mig að hann fari í þetta. Hann Já, hann getur bara panikað, komið prófið fram að sig. Sem basically Panic. gerðist fyrir mig í skóla. Ég fekk hérna svona prófkvíða. Já, já. Ég ætla Þú ert að fara að lenda í því þarna. Ég kendi því Þannig að það er ekki gott að ef þú ert það stressað fyrir prófuna, þú ert að fara að glúra En má maður taka 2-3, veist, Ég myndi alltaf taka 3-4 fyrir prófið sko. 100% Hvað ætlar að mæta eitthvað? Já, ég ætla að vanda mig. Já, þú segir að maður mæti slakari, sko. Þú tekur alltaf 2 2 læg Hefur þú spilað alias og fleiri spil? Þú ert alltaf heimskarið, þú ert búin að drekka nokkra, sko. Ekki útbyrð, nei, maður er ekki búin að drekka 2 þá áttu fín sko Þú fer ekki að drekka Og margir, þá verður þú hægur, Já, sko. þú tekur ekki 8 elefant og fer í greindapróf Nei. Það gengur ekki Ég ætla ekki að drekka fyrir mitt greindabróð, það er svolítið þannig. 2-3 light, þú veist Já, ég ætla að mæta hann, ég ætla að
byrja að fara í ræktina koma hel feskur og rúlla þessu prófi. Erum allir þrýr á sama tíma bara í sömu stofu og geti kíkt á spurningar á Steind og þannig ekki dæmi, eða þú veist? Já, ég get lofað því ef þetta er í einhverja kennslustofu hjá henni þá er ég ekki að fara að kíkja á prófið hans Steindar sko. Ég mynd treysta bara sjálf henni sko. Hann veit ekki hvort Ísland sem norðarlega eða ekki sko. Jú, þú vissir það ekki. Jó, Ég var að segja ykkur að það væri þannig. þú veist það hlýtur að Við þurfum að Já, heyra ég meina, betur í getur henni það hvernig framkvæmdin er og svona þetta Já, ég meina, þú veist, ef við erum að fara inn til að sjá Við þurfum að fá okkur tvo og svona Sko, ef það er svona mynd og við erum að segja hvað sérðu þarna á myndinni svo næst er svona alls konar játfliki og gerðu eitthvað puzzle úr því svona gestaþraut og kuppaðu og svona þá geng ég bara beint út það ég ætla ekki einu svona að reyna ég veit ekki þetta ég þarf að fá spurningar ég var helst til að fara bara í svona viðtal hún var bara að tala við mig svo bara eftir klukkutíma ok, ég er bara búin að finna út úr þessu Já, þú ert bara að spjalla með hann. Já, ég held að það sé langsnöð Jó, það dæmir ekki. Þá er hann að Bara gott spjall Já, þá er hann að launin spurningum og Ég finna út úr þessu. elska, hvað fokka Já. Ég dýrka hvað stressaði fyrir. Nei, ég er ekki neitt Það stressað getur vel verið þú þurfir að setja saman eitthvað dót. Það er hreinskilið Já, það er ekki að dæma á þetta því Já, það er ekki hægt að dæma einhvern út frá að setja saman eitthvað dót Nei, ég meina þú getur setið hérna og sett þrýðninga í rétt hólf og svona. Já, börnið að geta gert það Já. En ég er að segja, þú veist, það er ekki þannig próf Það getur bara ekki verið Nei, ég veit ekki hvað. Nei, við ætlum að vitum í hvað erum að út í hérna Nei, Þetta verður bara hálfur við SN sko Já, Það styttist þér í Gauta og fleira. Við skulum fá, sko, ég veit ekki, nú er ekki með grændur fram að mig en ég treyst á King Richie setja eitthvað alvöru lag núna. Held ég þér að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og já, vonandi er það eiga góðan dag, kæru hlustendur. Sama hvaða dag þú eru að hlusta. Hvort sem er föstudagur, mánudagur, þriðjudagur, miðvikudagur eða fimmtudagur hjá okkur. Já, fólk tekur þetta svolítið á sínu tími í dag Já, og ég fíla það. Ég veit eins og við komum inn á áður, ég veit nokkra sem að taka þetta í vinnunni sem sagt á mánuði. Já, eiginni Já, ég ætla að fara með okkur í slúður og ég ætla að byrja slúðrið á vel myndalögu fólki. Þetta eru þau Bradley Cooper og Irina Shayk Þau eru byrjuð aftur saman. Ég vissi ekki eins og það hætt saman og ég vissi ekki eins og það hafa einhvern tíma Já, hún er sem sagt, þetta er fyrirvændi Cristiano Ronaldo. Þetta er ekki óhugulegt fólk. Nei, og þau voru saman í 4 ár en það slitnaði upp úr 2019 fyrir 3 ára síðan. Þau eiga barn saman og eru byrjuð aftur saman. Þannig hún er búin að vera með Ronaldo og Bradley Cooper. Já, Málur record. Þetta eru ágætis kallmennarna, ekki það. Hún er, ég er nú alveg séð ómyndalegri kvenmann. Og erum við ekki bara sáttið með þetta? Við erum ekki alltaf Team Cooper og Team Shayk. Fjölskyldan saminuð Já, það er nákvæmlega, þau dótturinn að Líu. Það er nú gott Já, þannig að Þetta er mjög hugulegt par. Já, samt sko, ég var með eitthvað slúður þá var að orða hann með eitthvað aðra en þetta eru bara fínar fréttir. Já, mjög gott Já, það er svo sem ekkert mikið meira en þetta að segja. Og sko, er ekki bara til hamingju Hérna frá Íslandi Frá FN9 Þau eru bara dating again. Þú veist, þau eru ekkert hérna orðin official par í rauninni. Þetta er bara svona að vera deyta þess aftur. Já og bara kviknaði aftur neistinn. Herðu, svo var verið að velja kynþokkafyrsta karlmann heims og sá sem var varð fyrir valinu þetta árið er leikarinn Chris Evans. Býttu, hver ertu það? Mr. sem er Captain America. Já. Ef þú leikur Captain America þá eiginlega áttu á þú vinnir. Nei, samt ekki því að sko, sá sem var valinni fyrra var Paul Rudd og hann er Ant-Man sem er örgulega lélegasti titillin til að bera í þetta Marvel. En Ant-Man er geggjað. Hann er bara getur minka sig og stakka sig. Málið með Paul sko er að hann er bæði myndalegur en svo er hann líka mjög sjarmerandi gæi. Já, fyndin og skemmtilegur sko. Mér veist að hann vera fyrir eitthvað fullkomi valarna í fyrra sko. Chris Evans sem er alltaf búið 10 líka sko. Sjá, ég er að finna hérna Sexiest Man Alive, ég er að finna þetta. Hann er Captain America. Veist ekki eitthvað Chris Evans er? Jú, þegar þú sagði Captain America sko. Þetta er svona nafn sem maður heyrir ekkert ekki super oft sko. En allir að sé myndinu þessu mestara. Já, sko, Chris Hemsworth hefur verið valnenda líka. Það er bara eins og að sé nóg að setja leika eitthvað ef þú lokar svona ofurhetju hlutverki og kemur í gott stand þá lokar það til top 5. Mér finnst líka bara allir Hollywood-leikarar að heita Chris eitthvað. Já, reyndaður að segja það. Þú heitir ekki Chris. Nei, ég er líka bara Hollywood-leikari, hann er íslendingur. Já, ég sé Hollywood-leikari svona. Já, en sko, ef að út í það farið, ef að þetta að velja eina hetju í Marvel-heimni sem myndi ekki vilja vera, væri það ekki Ant-Man, ekki það maður myndi taka Ég er svolítið hrifin að Ant-Man sko. Hann getur minkað sig sko.
Ég veit það. Og hann getur Hann talað er svo við maur. The Ants. Já. Þú veist, hann var með herinn með sér bara muni ekki. Og Ant-Man er alveg góð. Viltu meina að hann er á bar og svona, hvað eru við leikið undarfarið? Ant-Man, viltu meina alls eitthvað svona hljóma ekki alveg Ég meina, hljóma betur að segja Batman? Já, þú hlýtur að heyra munin bara, heyrðu býtu hérna, hvað ert þú búin að leika? Ég er Captain America. Já, en þú? Ég er Ant-Man. Ég er mauragörinn. En þú? Batman? Já, þetta er Já, svona þú segir ok, þú Já. setur þetta svona fram sko. Þá er þetta svona Ég er The Amazing Hulk Sko, ég Sweet, þú ert En þú, Ant-Man ég er Superman. Já. Hvað varst þú áttur? Ant-Man. Ant-Man Já, ég veistu hver ég myndi minnst vilja vera. Hver? Sem ég finnst vera mjög svona, ég skil ekki alveg bara kraftana sem hann hefur sko. Hvað er það? Það er hérna sem er rauður í framan og var með steinin í enninu. Manstu, í hérna þessi hérna. Já, ég var ekkert hvað þetta er. Já, hann var í Þetta er líka bara svona wacky sidekick, þetta er ekki Já. aðaleikari Nei, sko. þú veist, hann er sko, hann er allur eldrauður og svo var hann með hérna einn af steinunum í enninu. Það myndur vel vera Iron Man Og hann ekki- var bara tekinn og hann bara slitið steinin og hann var bara game over. Ég man ekki svona eftir, hann var bara vesinn á En Iron Man er ekki menn en superpowers, hann er bara shitload of cash. Það er bara alveg svo Batman. Iron Man, já Iron Man er geggjað, Sko, Batman, ég hef sagt þetta áður. Mér finnst Batman vera svalasta Ég er sammála því. að því að þú veist, þetta er ríkur kall bara sem fer bara út og er að lemja bara einhverja gæja sem voru að stela geisladiskum sko. Þú veist, þetta er ekki svona oft, þetta er oft bara einhverju svona, þetta er svona smákrimmar. Þú sagði þetta er ekki vilja vera Batman. Jú, að þú veist, hann er bara þú veist, það er raunverulegasta skilur, hann fer bara í búning sem hann er búin að hanna reyndar, sem er alveg flottur búningur svona, með einhverju vörna og Skotheldur, sko. Batcave og Já. Batmobile og en hann er samt bara að berjast við svo einhverja svona frekar saklösa glæpaminni nema Jokerinn og Penguin Two-Face og þetta. Já, en svo er hann líka alltaf að kýla bara einhverja gæja sem er að reyna að brjótast inn í hraðbanka og svona lemja þáttur í klessu það er mjög mann er svona hálf gaman að þessu Já. Það er svo í rauninni, þetta er náttúrulega sorgarslúður en Aaron Carter, hann lést í vikunni og búin að vera að berjast við eiturlyfja fíkn bara núna í mörg ár. Það var komið ljós að þetta var OD eða? Já, það fundust tóma dósir af þrýstiloft á baðherbyggiskólfunni hjá honum og í svefnherbyggi á samt tómum pilluglössum og Greyið, já, þetta er bróður hans Aaron Carter, hérna Nick Carter sem er í Backstreet Boys og hann, það eru endalaust einhver fréttum að hann er hágrátandi á tónleikum að syrkja bróður sinni, þeir voru nú hægt að tala saman og en þetta er, já, ég veit ekki okkur ég er að taka þetta með þetta Við erum á skemmtileg slúður á föstum sko. Já, Þetta en er bara bara rest mjög in peace. Þungt Já. slúður núna, en ok, við tökum það bara. Nei, ég byrst afsökun á þessu í restina, þetta var ekki gott og svo er það já, hann okkar maður Drake hann var ég nenni ekki að Hvað ræða var þetta það? heldur, Hæ, sko. þetta er- Ég held að við þurfum að fara að leggja slúðurinn og svona Nei, þetta er bara því ég þurfti að finna Leggja þetta á slúðrinu? síðu stund að því við vorum að taka upp oftast Já, það setja meiri metna í Full slúðurinn harðu við blöðar núna. Leggja slúður slakað á maður Ég meina bara svona því að sko við náttúrulega erum bara hérna á FM Já. og þetta fólk er langt í burtu og Já, ég ætla að veist, hann var eitthvað að tala um að hann horfið mjög mikið á kláman Drake og mér finnst það bara ekki það áhugavert En slúður. við höfum verið með íslensk slúður sko, sem fókusum á íslensk celebrity sko. Já, Steindi var alltaf með Varstu með það, Martu? sko inboxið er tróðfullt ég Af hverju- þarf að fara núna að grísja sko Fólk elskar að heyra hvað er að gerast á Íslandi Ég sko. hef með Íslands slúður í slúðurinn síðast það var kannski að koma stitt af sveppa í breiðaltunum Já, sem er Ég rosalegt, blanda þessu sko. saman Já, Já. ekki spurning og svo náttúrulega væri gaman að fá að heyra aðeins frá Russell þú veist, Snipes hvað er að frétta En veistu ákveð að þeir eru ekki slúðra því að þeir eru ekki að gera neitt Nei. Það er bara ljótt að segja Nei, þú þarft alltaf að skrifa eins og ég nú skrifur að Wesley Snipes Já. og Hann svona er að gera eitthvað þá ekki? koma bara efstu fréttirnar eins og núna, þá kemur strax fréttirna með honum Já, hvað frétti það? það er Skatturinn og vantar eftir honum Nei, hann var búin að græja það hann Ok. kom fyrir fangels og eitthvað já, það kemur hérna Hollywood eitthvað, hérna maður sjá Já, góð slúður Herðu, en ég þú veist Það er góðamáli, Hollywood hann er að gera eitthvað Já, við þökkum Steinda fyrir loka slúður í þessu Já, gott að vita, þessi slaka tómál. pakka hann kallar endaði Köskin þetta- Já, er hann hann off the wagon ennþá Já, ég sagði ykkur hann daginn, hann var að mótilast fyrir Gucci, hann var alltaf á 10 hann lít líka hrikalega vel út og síndi með mynd á hann er
er geggjaður sko. Það allt upp á 10 þar en við skuldum auglýsingar og það fyrir svolítið síðan fyrir við auglýsingar svo fáum við Gauta hér í Sverðuða og spurning keppni Gilsarans og fleira. Hlátur milli 4 og 6 alla föstudaga FM 95 Blö. Það held ég kæru hlustandi þeirra að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 95 sjó við erum komnið með góðan gestinga í stúdíóið. Hann heitir þetta er stórt Gauti eða MC Gauti, verður velkomin. Alltaf sami góði, gamli góði kvíðin Að koma hingga. Nei, jú, við ætlum að láta það hringja vettir. Ég veit ég er að fara að rekja mömmu. Ég veit ég var búin að lofa En þetta verður mjög saklaust eftir. Já, þetta sögðum við líka þegar við hringdum við mömmu og sögðum henni að ég var að flytja kókain. Nei, það er ekki saklaust. Einu sinni hringdum við henni og sagðum hann var ekki amma lengur. Og einu sinni hringdum við henni og báðum hann að taka sökina af mér að því ég var að keyra undir áhrifum fíkniefna. Hún hefði verið að keyra. Ég veit ekki hvað er að fara að gerast þú. Það nú bara basic spurning. Herðu, mamma, væri þú ekki til í að hafa bara verið bílstjórinn í þessum bíl? Ég hugsaði bara, þú veist, fyrir ferilinn skilur að það er svona auðvitað að fyrirgefa manneski sem var að vinna á skattinum. Greið mamma, við erum alveg, hún hefði fengið erfið símtölina sko. En þægilegt þetta. Þess vegna verður léttar hann eftir. Greið, er hún ekki Bitta? Mann ekki rétt Ditta. Og hún er bara þú ert að fara í lið og eftir sem heitir Sverðuða og það við höfum gert þetta við alla í okkar fjölskyldu, Sveppi tók alla fjölskyldum sínum daginn, þetta er mjög einfalt og ég útskýrði það betur fyrir eftir, þannig að mamma hún var ekki reið yfir þessum. Nei, þetta er mjög saklaust. Ég tekur orðinu. Þetta er bara næs. En hvernig ertu, elsku besti? Ég er bara ótrúlega góður sko. Ég er þegar ég er búin hjá ykkur þá er ég að fara á keramik námskeið. Þá er ég að fara að sitja við svona rennibekk og bleita mér hendurnar í gallaskirtu. Bara nákvæmlega eins og Patrick Swayze í Ghost. Bara með Demi Moore. Það er bara Er þetta eins atrið? Sko Ertu að fara með konunni? Ertu að bera ofan þá það? Nei, hann var í Patrick Swayze var á penisnum sko. Nei, það var ekki gallaskirtu opið. Það er langt frá að ég vera á penistum. En sko málega, ég er búin að fara nokkuð sinnum. Kraftgallaskirtu. Ég er búin að fara nokkuð sinnum og ég bjóst við þetta þannig að ég væri svona kerti og þú veist, ég myndi sita fyrir aftan í ofinu. Já, þið eru saman. Já, við erum saman á svona námskeið. En þetta er eiginlega bara ég í mjög flóðlistu rými og bara nokkra konur hérna á svona skeiði og ljóta svundur en gaman samt sko. En þetta er ekki rosalega, þú veist, við erum ekki eitthvað svona saman að búa til eitthvað svona leirpenis. En er þetta eitthvað sem þú hefur áhuga á? Eða þú veist, myndir þú vilja vera með eitthvað opn heima hjá þér og gera þetta og græjur og byrja að gera vasa? Ég veit ekki, menn þetta er alveg svo, þú veist, ég fer að veiða þrisvar og mér langar samt ekki að eiga vöðlur. En þú ert dellukall? Mér finnst bara, nei, ég er engin dellukall. Það er ekki svo ég, alltaf ég sé eitthvað nýtt bara byrja hæg. Auðvitað ger ég það. Byrja þetta alltaf eftir að þú hættir að drekka? Veiðin, keramik, ert að leita að nýjum hobby? Ég hugsaði bara daginn ég var að veiða, ég er orðin sköllóttur, ég er að gefa út svona gítartónist, ég er að morfast í Bubba Mortens smá saman eitthvað svona Gekkja nýja lagið þitt bæta vegi? Já, Herru, þú er ekki komið eftir og Hvað giftir? klísjaði það maður? Já, þú giftir Nei, ég hef ekkert komið síðan þá Brúðkópslægi, brúðkópsittarinn Já, er það ekki spilun eða? Jó, það hlýtur að spila. Nei, ég veit ekki, mér finnst bara svo gaman að ég gerði mjög heiðilega til hann og mér finnst ótrúlega leiðilegt, mér finnst ekki gaman lengur að fara nýri miðbæði Reykjavíkur. Nei. Mér finnst gaman að skemmta. Já. En ég gerði það bara, eftir Airwaves þá fór ég og ég stappaði með stálið, ég ætla að fara nokkuð bar og ég ætla bara að hafa gaman. Ég endist í svona 7 mínútur. Við erum allir komnir þá þangað var líka. einhver gaur að sína með rímur úr símanum sínum og ég bara, mér langaði bara heim. En er það ekki sama, maður má ekki hægt að gleyma því, er það ekki sama og þú hefði verið að gera fyrir 15 árum síðan? Jú, auðvitað. Ég mætti á prikið, vissulega fyrir nákvæmlega 15 árum þegar ég var 18. Þá var ég með síman að reyna að senda, nei ég var ekki með síman þá, en þá var ég bara með geisladisk, stóð hjá Donna Deluxe og var bara nenni að spila þetta. Þetta er basically þessi gaur var að gera Lífið nákvæmlega mitt sama hefur bara snúist að betla út eitthvað dót betla plögg, betla spilum, betla sponsa. Ég er bara betlari sko.
Já, þú fórst þarna allavega eftir Erfis og gafst aðeins af þér og 10 mínútur. leiði fólki að fá 10 mínútur með Gautarann 7 mínútur Já, svo fáum við heim. Ég skal segja eitthvað sér sögu Það undirbúið andlið að vera keramík námskeiðið þitt Ég týndi fóð með hérna Ég er ekki svona mikið að kaupa mér svona dýra hluti, sólgleru og svona dót. Ég kefti mér fyrir brúðkaupu, kefti mér svona Fendi gleru. En svolítið ósumúð með, hvað kostaði það? Það hérna Það er sko dýrt. Já, það kostaði smá penning. En svona fyrir utan hérna ok, ég stundum kaup mér hluti en það fylgir, sagan er ekki af nett. Ég segja þannig. Herru, ég feð mér sólgleru með T-Name og Erfis og hérna fyrir síðan að ná 7 mínútur og daginn eftir að vakna ég að ringi eitthvað svona ég var að spila kólabortun, ég ringi kólabortið og eitthvað herði að hafa fundist eitthvað gleru og ég hugsaði bara það nennir enginn að fara að leita einhverjum glerugum sem ég týndi þannig ég feð sjálfur bara að leita og klukkan kortur yfir 1 og ég er aðna með hendina svona í kólabortinu og í einhverjum sófa að leita glerugum og hvort þú væri mögulega þar þá lítur svona gaur á mig sem situr í sófanum og segir do you want some? Og ég horfi svona á hann og hann er að reyna að rétta mér upprúlaðan 1000 kall og hann búin að búa til svona línur, kókainlínur á borðinu og ég brjálaðist sko ég var what are you doing eitthvað svona I have my kids og svona síðan þegar ég var lapp í burtu hann var eins og maður þakkláttur fyrir að hann væri svona gjafmildur væri að reyna að bjóða þó ég vildi auðvitað ekki Býtu, varstu með krakkaninu þegar það gerist það? Nei. Já, þetta var náttúrulega bara þetta var kortir yfir bara 1 við vorum bara bara að skoða slímendur og eitthvað svona Var þetta að degi til? Já, í kólabortinu og ég veit ekki, þetta bara svo galinn Bara stemning random sófi og gæði sagði bara maður bjóða hérna eitt Já, stykki því hann hefur verið bara þegar ég var, þú veist, að tróða höndunum hún í sofan þá hefur hann verið bara hann langar, já, hann týna Ég þarf að gefa honum bara En þegar ég sá þessar línur þá hugsaði ég þessi sólgleru eru týnt Og týndur það er gone, Fendi glerugun Já, þau eru týnt í miður Hvað kostuðu þau? Þau kostuðu held í 70 skall það var heldur súrt að sjá þeim En hvað ertu búin að, fyrstum við að erum nú að ræða þetta hvað ertu búin að vera edrú lengi, Gutti? Ég er ekki búin að smakka vín í, 3 ára eða eitthvað 3 ár? Já Til auðvitað, það er vel gert Það er heldur gott sko En Þú ert ekki AA-maður Ég er bara á minni vegferð sko. Já, og fórst bara svona með þú bara hættir og ég bara tók ákvörðunum að ég er bara í pásu, skilur, ég er bara í eiliða pásu sko, að þú veist, þangur til að bara einn daginn og það er bara hendaði mér að alltaf skemmta, alltaf vín í boði og ég bara nefnt ekki, mér langaði bara losna bumbuna og líða vakna feskur það er eitthvað sem að þið ættu kannski að það er ekki við sem erum viðtalið þetta Júlefinir, hann styrtist í en svona öllegarið sletta þá styrtist í Júlefinir og hvað hvernig er line-upið ég Saga Garðars er hana já, Saga Garðars Úlfur þið ekki? já, Raka Gísla, Saga Garðars drottningin líka Úlfur geggja line-upið er ég að gleyma já, Clubbed Up þá má ekki gleyma þeim þetta eru svo skemmtilega sín ég var með þér í fyrra og þetta var ógeðslega Steindi sagði að þetta væri sturlað ég þarf eiginlega bara að koma að sjá þetta ég hef aldrei séð það hér já, þetta er nefnilega við vorum í fyrsta sinni fyrir að með streymi á undan því við vorum búin að lofa að þetta er þið aldrei í streymi og aldrei í sjónvarpi en síðan fengum við bara svo gott tilbúið að við ákveðum að svíkja lofurðið en þú varst ekki búin að segja sverð nei, ég sagði aldrei, við lofum við vorum aldrei búin að sverða ekkert munur nei, það var alltaf bara þetta COVID-rugl og allt þetta dæmi fyrir en þeir sem að koma í fyrsta skipti sjá alltaf að þetta er ekki jólasýning, skilu, þetta er ekki þú að setjast hátíðlega og hlusta jólulög þetta er bara en er þetta, semur þetta allt, fattar þú, eða þarf þetta að skrifa upp sýningu? Já, við skrifa og bara búa til töfrabrögð og þetta er saga já, ok, það er saga að gera þetta já, þetta er rauði þráður það er einhvers konar handrit hérna, eins og í ár er sko rauði þráðurinn The Rebranding of Jesus Christ ok við erum að reyna að gera Jesus Christ aftur cool af því hann er aldrei búin að missa touchi og búin að missa following og svona ekkert árin það er margir rótnir svona stærri en hann einhvern veginn í dag já, bara bókstala, skilur, Jésu til dæmis er alltaf portræjar með svona skinny hendur og bara svona það er mikið lög sko, við erum til dæmis með work class spons og erum að buffa hann þessu upp fyrir sýninguna og verðið með streymi aftur er núna í við erum svona
mér finnst það mjög líklegt Já. en þetta er bara svo mikið í fyrra meika 100% sens Það er COVID en núna maður einhvern veginn svona eigum að vera streymis aftur hversu margir að fara að kaupa er streymisæðið búið ég bara átta mig ekki alveg á því Ég hugsa þetta samt líka svolítið að bara þú veist segjum að sé fólk út á landi sem næri ekki að koma í bæinn en við sjá sjóið Einmitt. Þannig að þetta er líka alveg bara fín þjónusta að hafa optionin sko Já, ég held að sé alltaf skemmtilega að mæti salin sko. Já, alltaf skemmtilega, það er ekki spurning en bara ef þú ég kefti til dæmis streymi hjá Bubba fyrra á Þorláksmessu Já, og mér fannst það bara drullu næs að henda í gang en þetta er samt svona sýning sem að það er uppistand og það eru djókar og það eru leyserar og það er svona alls konar dót í gangi sem að þetta skila sér að einhverju leiti í sjónvarpi en það er miklu skemmtilega að mæta og sitja í salnum og hvernig tryggir þið fólk sem með það? Tix.is væntanlega? Já, það eru uppselt 22. des það eru sýningar það eru 2 sýningar í sölu 23. Fjölskyldusýning sem er bara gott sem farin sko örgulega mér þess að bara farin þegar við erum Þegar þetta er í loftinu? Þegar þetta er í loftinu sko, fólk er bara að leggja að loka hönd sko og kaupa síðustu miðana en þetta eru ég ætla bara að vera honest í fyrsta sinn með miðasala hefur verið sko hægari hjá bara bransanum yfir höfuð Er það ekki bara svo mikið að jóla? Ég held þessi margt Eins og þetta bara bó og nú eru komin þú veist Nei, ég held ekki bara það, þetta er líka bara tónleikar og fleira held ég, þetta er að því að það er svo margir sem eru ellendis og eru Síðan er líka bara svo mikið uppsafna ég ætla að spila bara ársat í síðust helgi og það var bara Stjórnin, Bubbi MC Gauti, Króli, Aron Kahn Aldamótabandi og ég var bara af hverju er svona ógeðslega mikið að liði að spila, þetta er búið að vera mikið og ársati þetta er allt í hennu núna í sko bara oktober, nóvember, það er alltaf verið í februar, mars mikið í gangi en ég finn núna sko því nær sem við fyrir jólun það er að svona aukast fólk er að fatta að þetta er að detta í gang síðan erum við líka bara svona smá kannski scarred eftir að hafa verið læst inn Já, í 2 ár Já, í 2 ár Þannig að sko, við ætlum ekki að sleppa þetta því að við erum að fara í Sverða og herðu, bara ég held að við verðum að henda í auglýsingar og förum svo beint í Sverða með Gauta hérna eftir smá FM 95 blöð á FM 957 Það held ég til að hlusta ég er á FM 95 blöð á FM 957 og Gauta er ekki farin því að eins og við sögðum á hann þá lofa hann að fara með okkur í Sverða áður myndir sleppa honum og Gauti, þú þekkir leikreglur, þetta er ekki flókið Nei, sko, þetta er ekki flókið en mér líður strax eins og þetta sé mjög erfitt Já, þetta er sko við erum ekki að biðja mikið þetta er bara, við höfum svo gaman að hvað er astanlegt að vera að biðja fólk um að sverja hluti og hefur enginn óvart sagt eitthvað bara Nei, þá getur alltaf klippta út sko. Þetta byrjaði náttúrulega alltaf því að sko Þetta byrjaði náttúrulega alltaf því að sko Auðvitað finnst það ekkert mál að segja ég lofa og svíkja það en ef þú segir sverðu það, þá má ekki svíkja Þið líður þannig Hann ólstu þannig að munur að lofa og sverðu það Já, þá er það for real sko Já, þú Steindi getur sagt mér að það gerður eitthvað í gær ég get sagt, nei, að lofa þau Ég bara, já, ég lofa því En ef ég hefði gert eitthvað og Steindi myndi segja, hérna, gerður eitthvað í gær Nei, sverðu það Nei, ég get nú ekki svarið það En þá gerist eitthvað vont í kjölfarið Ok, Þetta er Jay-Z uppeldið mitt Ég er ekki til í þetta Ég sko, ég er ekki Ég er með bara, ef þú myndir láta mig sverja upp á líf barnana minna Já, ég veit það Þá gæti ég ekki Nei, það er hræðilegt Ekki séns Nei En sko, Ég bara vil ekki taka sénsum Við ætlum sko, okkur langaði að taka Sveppi gerði þetta með okkur Þá fórum við bara svolítið í fjölskylduna Við vorum að spáði byrja á Hvað, ef við tjekka sýstiðinni Já, við getum sko, það eru 2 systur að Karin, hún er algjör mús og síðan er Írina aðeins minni mús mjög skemmtilega svo, ég er bara svo sættur hún snappi bara Já, takktu hana Hún var eignast barnið ekki Hún var bara eignast barnið, ég held sko bara í, hvað fyrradag Til lukkur Já, þakka fyrir það Ég er guðfæður Já, er þetta fyrsta barnið það? Ég læti náttúrulega sverja að ég sé guðfar Já, þú getur unnum að líka spurt bara, er þetta strákur eða stelpa? Sem hún var eignast Gauti veit það Þetta var strákur Bara svona, hvernig hefur hann það? Bara bara að sverðu það Það er allt gott eins og þú hafði svona rosa áhyggjur henni í móðulhlutverkinu Það er mjög petran Ég er ekki að djóka Nú erum við búin að ringja í mömmu sko 3 svar og segja hræðilega hluti við hana öll skiptiðin að ég er miklu stressaður yfir að ringi sýstu mína og láta
Ok. Þið búin í þetta? Já, við erum klar alltaf ready. Jesus Christ. Hæ. Hei, Hvað segirðu? fínt en þú? Það er bara ágættur sko. Hvað ertu búin að gera í dag? Ég er búin á klostinu. Hæ? Æ, Stefán, ég var á klostinu og það er að tala um bróðin og mig og á klostinu, en ég er búin á klostinu. Hérna, hvað er ég að gera í dag? Ertu á klósitinu? Já, ekki lengur. Sverðu það? Ha, Sverðu það? sverði ég það? Já. Já. Ég sver. Já, ok. Bara að tjekka. En já, ég var bara að spá hvað varstu að gera í morgun og hvað? Fór í göngutúr með Mæju og við borðum gulrótamauk og horfum að sjónvarpi. Gulrótamögg? Já, Sverðu það? já. Ok, bara að tjekka. Ok, ég er að spá sko helgina. Já, Ég og Jófana erum að pæla að kíka kannski tapas á laugardaginn. ok. Er einhver séns kannski að Olli með vera hjá ykkur bara í klukkutíma? Já, kvöldi. Já, ég held það. Sverðu það? Já. Ok. Ekkert þetta sem sverði það. Ég bara sverðu það með vera hjá þér, eða? Já, já. Ok. Nei, Ég ég er bara sver. tjekka á því sko. Já, hann má það. Ok, ég Varstu góðu? Hvar erstu? Ég er neyri vinnu, aðeins að vinna. Ok, næs. Ertu ein, eða? Heyrir einhver í Já, nei, Sverðu það? já. Ég sver. Stefán er frammi. Ertu góður? Sverðu það? Ha, Sverðu já. Sverður það? Sverðu það? Guði, það var heila blómfall. Æ, sorry, ég er eftir nýjum blöð. Mjög vel gert. Mjög vel gert. Oh my god. Þetta þarf ekki að nota. dagskráliði sem heitir Sverðu það. Jesus Christ. Já, bara, hvað er að gera? Ég veit ekki sjálf hvað er að gera sko. Ég held að það væri eitthvað að, sko. Þetta var geggjað. Hún heyrir nákvæmlega alltaf ekki í okkur Nei. Þú ert með símaðinn, við byrjum að hilsa þig. Við biðjum að heilsa. Þeir byrja allir að heilsa þér. Ok. Ég hringi þið eftir, ég sverða. Ok. Ok, bye. Bye. Hanna, þetta þarf ekki að flóknara sko. Mér langar svo að ná mömmuðinni. Ég veit að ég var einu svona. Já. Halló, Mamma, já, hæ, ertu mín? hæ, hvað segir þið? Þetta er að koma. Já, akkur hringir ekki í síman minn? Ég er búin að hringja í símaðinn. Ó, svara ég ekki í síman, sorry. Nei, ertu- Ég meina alltaf hann á silent í vatnum. Ó, sorry. Sástu mig ekki hringja það? Ósvarað, nei, ég sé það núna. Sverðu það? Ósvarað Gauti, Milljón Simtöl. Sverðu það að þú hafur ekki séð mig hringja það? Já, ég sverða. Ok, Ég er með síman í rassvarsanum og ég heyr ekki neitt af því hann er á silent. en þú veist, sverðu að þú hafur ekki heyrt í honum eða ekki heyrt hann hringja það neitt? Já, hvað er að þér? Ok, ég ætla bara að tala við þess. Sko, ég er spá með krakkar á eftir. Við erum að fara á hana leirnámskeið. Sorry, ástu mín, ég get ekki. Nei, ég er ekki að spá í því. Já. Bara, þú veist, þið Jófana voru í rektinni, gerði ekki? Jú, Sverðu það? hvað er að þér? Hvers konar símtöl er þetta? Þetta er hvað djóka núna? Nei, ég er ekki að djóka, mamma. Ég bara, þú veist, Jófana tók með sér eitthvað arband í gær. Jú, við vorum í rættum í gær. Já, sem hún týndi. Já, Ert þú með það? nei. Sverðu það? Já, Gauti þeir Másson. Þetta er að þið fóruð Hæ? Þið fóruð í, út í Vatnsmýrina. Já, Já, og hún var með arbandið. hvaða armband? Silfur arbandið, litla. Sverðu það að þú sért ekki með það? Ég er ekki með það. Æ, ok. Við erum í FM 95 blöð í 4. skipti. Ég vissi það. Þið eru vegna svo... Ó, heldur ég sé ekki fann að fatta eitthvað svona. Það var mjög undarleg símtöl. Sverði það?
fyrir ekki að ég sé að ringja í vinnu síman. Ég bara þetta að ég þarf að gera til að auðvisa jólatúruna. En við byrjum að helsa nú, elskum hana. Beinni útsendingu. Nei, þú ert ekki beinni útsendingu. Öddi byrður innlega helsa. Já, og Steindi, ég dýrka líka. Egil líka, katturinn allir að byrja helsa. Hvað er þetta mörg símtöl? 5 eða? Nú erum við hættir, ég sverða. Já, við sverjum það, við erum hættir, við ætlum ekki að Nei, Steindi er búin að sverja þetta mörgu sinnum. Við séum þetta símtæli. Nú erum við búin að sverja. Já, við erum búin að sverja. Við skulum það passa okkur að sverja ekki núna. Já. En ég heyri þér bara á eftir, elsku mamma minn, ég elska þig mjög mikið og Og stumleið. Stundum. Þetta var dagskjálegurinn sverðu það. Við fengum sýstina og mömmuðina og þetta gat ekki farið betur. Ég finnst mamma eins og það er svo fyndin svona áhyggjur röddin hennar. Hvað segir? Ég elska að öll símtölin byrja alltaf á henni og svona létt hlæja. Svo laga dagurinn góður og Svo finnst mér bara svo Mér finnst svo fyndið bæði mamma henn og sýstin þegar þú hefur greinilega verið svo mikið problem child í gegnum tíðina Gauti að það þarf svo lítið til að vera eitthvað er ekki allir góða? Já, það fara svo snemma bara er ekki allir góða? það fara strax ég veit það, bara strax í bara, ef ég spyr bara eru þið ein, þá eru þið strax bara shit, það er eitthvað máli í gang hvað gerist núna að Þetta var fullkomið Gauti og já, ég dyrka þetta. Við minnum á júlavinnes. Það er tix.is. Yes sir. Og einhver með þetta. Já, fáir. Tjekkja á því. Takk hérlega fyrir komuna Gauti og gangið vel með tónleikana. Beautiful, takk fyrir þetta var Gekja. FM 95 Blö, alla föstudaga á FM 957. FM 95 Blö með ykkur á þessum föstudegi 11. nóvember og drengir, það er svona eiginlega komið að nýjasta lið FM 95 Blö, þannig séð. Það er topp 3. Þetta er, við erum búin að vera með þetta þrisvar held ég og þetta er ekki flókin liður. Ég kem með eitthvað og þið þurfa að segja hvað er svona í efstu 3 sætunum hjá ykkur. Við erum búin að taka íslenska sjómanstætti, við erum búin að taka 3 finnustu Íslendingarnir og ég ætla nefnilega núna og svo tókum við síðast með Sveppa, þá tókum við bestu bíómyndar allra tíma og bestu sjómanstættir erlendir. Þannig sem ég ætla að gera núna er að ég ætla að svissa þessu svo ég gleymi þessu ekki að þá ætla ég að fara yfir í, ég ætla að snúa þessu. Þannig að núna ég ætla að byrja á að fara í 3 fyndnustu manneskjur heims og þá erum við ekki að tala um Íslendinga, við vorum búin að taka það. Já, varstu minnast á daginn, varstu ekki að tala um að mögulega vera með fyndnustu fyndnust í heimi, var þetta ekki females? Jú, nei, bara fyndnustu, bara skemmtikraftur. Ég held að vera með glóta niður í fyndustu kallmenn og fyndustu konur. Það má vera bara bæði, sko. Ég held að reynda líka, sko. En þetta er ekki málu. En megum við ekki bara okkur höfum við ekki núna bara fyndustu kvenmenn í heimi og næstum með fyndustu kallar í heimi, það er ekki leiða? Nei, ok, Top 3. Tökum bara bæði í einu hérna. Þá verðum við bara með 30 í dag, það er ekkert mál. Og ég byrja. Já, þannig að þetta bara finnast í heimi female. Þá tek ég fyrst bara það sem að mér 3 fyndustu kallmenn í heimi og svo 3 fyndustu konur í heimi. Ok, ég er enga stund að bæta hérna hinu við. Ok, þá ætla ég að taka 3 fyndustu hjá mér. Karlkins eru Dave Chappelle, Ricky Gervais og ég var í smá vesinni með síðast en ég held ég verða að hafa Will Ferrell þar. Þannig að ég myndi segja svona þetta verður mínir 3 uppáhaldsgrínistar Dave Chappelle, Ricky Gervais og Will Ferrell. Listi minn er bara alveg eins, sko. Það er nákvæmlega. Ég held þetta að sé svona, ég held líka svona gefislisti eða svona, það er reyndar fullt af einhverjum, þú veist, það er endalust af ég samt, nei, fyrir mér var þetta ekki að flókið og held þetta þið. Jim Carrey ætti alveg skilja að vera þarna, sko. Já, fyrir allt sem hann hefur gert, ég er með hann á top 3. Ok, hvað með? Það er Jim Carrey, Steve Martin og Will Ferrell. Ok, það er bara mjög ólíkt okkar.
Það er bara 3 finnastu gæðar sem ég veit Okay. Það er bara, ég elska að Chappelle út af lífinu en hann á ekki breykið þess að 3 Já, en þá ertu samt að tala þeir eru top of their game, eða ekki? Þá myndi ef ég ætti að tala bara hversu fyndin mér fannst Jim Carrey þegar mér fannst hann fyndnastur þá væri hann náttúrulega í eftirsætið mér Ég er að tala bara hvað mér finnst í dag og alveg sem ég myndi bæta Eddie Murphy Bara það meina bara núna Ég er nokkuð veist sætið með Jim Carrey og bar núna þá myndi ég hefa hell of a fucking time sko. Já, þetta heldur líklegt sko. Já, þú meinar, ég var að hugsa þetta sko, ég er að spáði að taka Ricky Gervais af listanum mínum Hann er geggjaður sko Steve Martin er Ricky Gervais Steve Martin sko, það er ekki 89 Steve Martin bara finnir þetta ekki í heimi sko Ég ætla að setja Chris Farley á listanum mínum Ó, það er gott, júlega vel gert Mjög vel Ég er að spáði að þetta Chris Farley á listanum Ég er með Chappelle á listanum Svo er ég með Will og Carrey báða þú veist allt sem hann hefur gert, ég hef átt mjög góð moment með Jim Carrey Chappelle er minn uppáhalds uppistandari og svo er ekki að close second þannig ég kvitt undir það saman því ég einhvern veginn byrjaði að hugsa sjálfkrafa einhvern veginn meir actors heldur en auðvitað er Chappelle leikar hann leik í bestu mynd í heimi Con Air sko. Já, hann gleyma því að hann var með frábær Ég finn stand-upið hann Sticks and Stones bara fyndnasta stand-up sem ég sé það er ógeðslega Svo má ekki gleyma því að það er þú veist munur að vera fyndin grínleikari eða til dæmis mjög fyndin manneskja sem kann það heila samt ekki, veit þið hvað við þú veist að því að, nei ég menna þú veist bara handritshöfundur af bestu grínmyndum í heimi er ekkert maður veit í rauninni ekkert endilega hverða það eru en ég byrja aldrei hlegið mikið þessu 3 Jim Carrey, Will Ferrell, Steve Martin engin 3 menn í heiminum að láta mig hlægi oftar en þessi Þú séð Sjarni Bilko með Steve Martin Ég hef ekki séð hann bara í 20 ára Michael Heaven sem er eitthvað besta fókin gríminn to all time God damn it Það sittur þar á í kvöld Ok, en þeir voru búin að taka líka females Já, hvernig listið þeim þar? Sko, ég ætla að byrja á Sko, ég er kannski ekki með það, ég veit ekki Ykkur kannski finnst þetta skrítið eða ekki En Jennifer Coolidge sem leikur núna í White Lotus Hún var Stifler's mom hún er ógeðslega fyndin Nei, veist hún, sko ég er að horfa White Lotus núna seríu 2 White Lotus seríu 1 og alltaf var ekkert eðlilega fyndin Er 2 góða? Fyrstu 2 þættinir eru ekkert eðlilega góðir Ég býð bara svo Tiny Little Baby eftir næsta þætti Hún er í þessari Hún er í stærsta hlutverki í White Lotus 2 og hún er svo fucking fyndin að bara hún þarf ekki að segja neitt hún er bara að fá sér kampavín út í sólinni það gerist í Sicily, Italy og Geðvíku hóteli og bara allt sem hún gerir er svo fokki fyndi og svo er ég með aðra Molly Shannon Já, hún er mjög fyndin Saturday Night Live og var í Annette the Roxbury leikjum átti Will Ferrell alltaf í miljómyndum mér finnst hún alltaf bara hún lætum alltaf brosa og svo ég seti Helgu Brögu og top 3 finnst þú heimi þegar ég bara, þetta faglega mat er að ég lengi finna henni Helga Braga sko. og þetta er rauninni sko top 3 hjá mér þetta er ekki einu ákveðnu röð sko. þessar 3 ára eru bara einhvern veginn á saman með kallana sko. Ok, hjá mér er þetta Amy Poehler Amy Poehler sem er í bara mínum uppáhaldstáttum Parks and Recreation og hún er bara að fá mynd með til þess að alveg mér finnst eiginlega engin vinnari ég segi Tínu Fey með henni það eru nú bestu vinkonur líka hún poppaði upp hjá mig líka og 30 Rock 30 Rock og Parks and Recreation er eiginlega uppáhaldsgrím þættir mínir frá upphæði þar sem þær eru báða geggjar og svo set ég Kristen Wiig í lokin sem var einmitt líka í Saturday Night Live það er til endalaust að finna sketsi með henni og hún var í Bridesmaids ljósara hún er líka fyndin þetta er top 3 sem er females ég er með Amy Poehler líka og ég er með Kristinu Wiig eru það eins mjög svipar en ekki, það vantaði þessa á listan hjá ykkur og mér finnst hún eiginlega að vera hún er í fyrsta setið á mér sko það er hún Julia Lewis sem leikur Elaine í Seinfeld hún er geggjuð í Seinfeld en jú, ok hún er bara það geggjuð í Seinfeld ég er alltaf rosalega Seinfeld maður ég er bara, það er en horfðu á White Lotus seríu 2 og þú maður setja Jennifer Coolidge Jennifer Coolidge var líka geggjuð í Friends eitt aðrið sem langur svo að segja, þetta er bara ekki eðileg bara það er ekkit rétt og rangt svar í þessu það er bara fín skoð munið ekki eftir henni í Friends Jennifer Coolidge þegar hún var búin að búa í Bretland í 2 ár alltaf Monica Darling
Jú, hún er geggjuð Jú, það er bara því Svo er þetta með svona blöð sem hún hendur okkur alltaf í og meiri þess að í, þú veist, hérna hvor ykkar eða þekkið ekki öllum svo liðum þá er ég alltaf á leiðinni heim bara glimti þessum eða þessari hefði átt að setja, ég er alltaf hann Ok, en svo var það, 3 bestu íslensku sjónvarpsþættir frá upphafi Það er rosalega erutnaður Já, ég var í vesen þarna en ég held ef ég á ég að byrja bara Já, við erum mjög með heldin ekki líkt þarna held ég sko Þetta er svolítið líkt örgulega sko Já, heldur við sem allir með bara sama Já, erum við ekki allir með fósbræður þetta? Fósbræður hjá mér Fósbræður hjá öllum sko, það var gefið Þannig að spurði bara hvað þið setjið í Ég varð að setja verbúðin Já, ég með það líka Mér finnst bara seríana verbúðin þetta er bara með betra sjónvarpið sem ég sé Sammála, hún kom með 2 og 3 á mér Sammála, það er sama hér Svo getur ég náttúrulega ekki sagt eitthvað sem ég á sjálfur í Ég hefði viljað setja 70 mínútur en ég setti næturvaktina Já, sko hörðu Fósbræður næturvakti verbúðin er hjá mér en að þóttir En sín er ég fyrir neðan 70 mínútur og steindur okkar sem ég er persónulega great comedy og 70 mínútur er ekki engin þátturlega klátt með hlægi oftar í lífinu en 70 mínútur ég hef ekki hlægið oftar í íslensku sjónvarpsfilmi og þá var það nættið að skila að vera þarna Já, ég var með en það er þarna betur við neðan sko. Ég var með spöggstofræðinni líka á sömu ástæði í gegnum tína það var krakki þetta var eina sem verið gangi alla lögða þetta spöggstofan og þú veist bara horfði alltaf á hana svo var ég með íslenskar kjötsubata líka og En hvernig var listiðin? Hvað setur í top 3 á? Já, með fósbræður, verbúð og vaktitar Eina sem er ástæðan að setja bara næturvaktina er sko fáir íslenski þættir eins og verbúðin gerir þetta líka þú veist, þú býður alla vikur þess að þætti, poppar, fer upp í sófa límiði fram á TV og það er hérna með þeim orðum minnum við á Stórhúsið sem er býtið kvöld við poppum alltaf familjan og hendum okkur í sófan og það er þeim Hjammi og Gummi Ben og King Hjammi það hlýtur að vera þá með þeim bestu þáttum sem þú hefur séð, þú ert með popmomentið þið farið saman familjan í sófan ég meina krakkin stjórnar þessu mikið sko, hún elskar það til að mikið metablöð, þetta er falleg þetta er komin á listan fengum við fórum á listan á það ég meina þetta er great honor ég meina þegar fólk er að mæti sófan og búið að poppa, það er vel gert en við minnum á þáttinn, hann er geggjaður í kvöld það er samt bara, það er þannig, það er Hjammi og Gummi Ben en drengir, það var ekki mikið að einhverju hádramatísku seríum á lista hjá okkur Já, verbúðin er náttúrulega ekki grínsería Já, þess Nei, ekki grínseri, alls ekki sko En hún er bæði næturvaktin og fósbræður er svolítið sko, fósbræður var comedy næturvaktin var svona semi-comedy Já, Jú, vaktin var svona drama samt, en samt alveg fyndi Pétur Jóhann og ekki eðalega fyndin og John Þau ekki hérna, jú, kannski líklega grín Þannig að listin okkar var eiginlega bara svipaður þarna í íslenskum sjónvarpsþáttum Þetta var top 3 hér eftir smá spurningkeppni Gilsarans og við minnum þessi King of Winter, eða ekki? Jú, það er rétt hjá þér Öndi, Steindi og Gils í FM 95 Blö alla föstudaga Það held ég, elsku vinir þeirra að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957 Maður segir hér á FM Ég nefnilega er með ágætis útvarpsopnanir Þú ætti líka að brosa þegar þú opnar Já, Valli Sport kendi með það sko Ég get tekið hérna góða FM-opnun eða viljið Hvað er menna? Viljið hérna? Já, sjálfsögum Það held ég, kæru hlustendur, þeir hlusta á FM 957 hér á FM 95 Blö hér á FM 957 og býtum við, hvað heyri ég hér? Nei, þarna er trukkur að bakki hlað með tróðfullan bíl af tónlist Það er ekkert að mikil tónlist En hérna Þú ætlar að segja að bílinn var að bakki hlað með tróðfullt skott á spurningkeppni Gilsarans Hver var aftur pælingina út af svolg tala alltaf svona óraunverulega Nei, bara vera hress Við erum hér, akkur ertu komin í þennan gír leið og fær mikrofón fyrir fram að þig Bara vera hress, asshole Já, það var einhvern útvarsregla í gamla dag að þú ættir að vera mega hress til þess að lifta upp hlustandanum Ég fekk alveg eitthvað svona lífið Valli Sport tók með einn svona fund Hann sagði bara, Gilsar í fundur núna sem bara tiltið minni og sagði sko ef þú brosir í mikrofónin og talar þannig það skila sér, fólk heyri það Það skilja það. Ég hef notað þetta trikk oft þegar ég verið að taka upp lög og svona ef sketsin er þannig sko En ég verð samt að kalla bullshit á þetta með sko fullir vinningu fyrir Valla Sport og þeim sem að kendu mér Nei,
Af því að Mér stóð að þreytandi að uppáhalds hlusta á svona. útvarpsþáttur minn frá upphæð er tvíhöfði. Þeir voru ekki hlæjandi og brosandi Jón Gnarr og Sigurjón. Þeir nei. voru oftast að deyja og þreytu og vel pirraðir og það var bara besta sem ég hlusta á. Já. Ég er nefnilega freka þar að fólk eða geta tengt við þann sem er í loftinu heldur en að hann sé eitthvað að reyna að lifta þér upp með að vera hress sko. Já, ég er ekki alveg viss sko, er það ekki eitthvað svona skrítin Þið eru ekkert eitthvað skell brosandi hérna þegar við erum að opna. Nei, ég er að segja, er ekki svolítið skrítin Maður reyna. eitthvað útastöð sé eitthvað það sé út missjónu hennar að lifta þjóðin eitthvað upp FM er hressti skilur Exið er svona það áttu að vera í fílu Þetta áttu að vera skellbrósandi Herru, Tommy er skellbrósandi alla sólarhringinn hann er ekki Þegar hann lauma sér í skápuna Já, ég er að segja skellbrósandi sko Nei, ég er að segja, þú veist, ég held að maður er bara að tala sem hann talar sko Annað er bara hálffurlegt Já, en Egill, King of Winter King of Winter, já. Þetta er King of Summer hefur verið repeatedly svo allir vita Já. En hver er King of Winter? Konungur vetrar. Já, búin því að við búum alltaf á Hellhole Það sem er, þú veist, skýta kvöldi hérna Allan á svo syngu Ekkert allan á sér stringa, þetta er alveg 4-5 dagar. Þannig að nú gefum bara ljóskauður höndlar þetta betur Verður spurningarna hvort ég ætla að vera hérna undir heitu teppi undir hreindýrahöfðinu Er hún kom? Hann er hættu með hendir, hann sagði. Ég er mögulega bara að bæta henn inn núna Takk fyrir henn að móla Ég var með 8 spurningar, ég getur þetta að setja í 9 Nei, þú veist ekki það Ég sagði svarið, nei. Hvað getur þú sagt með svarið? Þú ert ekki með henni reyndir. Þetta verður að vera hreinskilið að banna að ljúga til þess að hann að vinna Þannig að bara Auðvitað, það reynda þá orðað rétt. Hefur þau farið í Bláfjöll? Já. Það er farið? Já. Ég er ekki oft í, hvað ertu gamlega, í Bláfjöllum? Nei, ég fer ekki oft þangað sko Ég er bara aldrei reyndíkur og þau í Ég fór Bláfjöllum þar í Gaggo í skíðaferð Já, ég fór þar einu sinni með fyrirröndi og ég var í barnabrekkun allan tíman með krökkunum, ég var í 70 mínútum, þetta er einn leiðilegast að ferða æðið minna sko. Hún nefndi ekki að hanga með mig lengur, hún var bara að renna sér niður sko. Já, þetta er fáið satt punkt sko Já, þú veist, Mér langar samt, við höfum rætt þetta mikið í blöggastinu, mér langar svo að læra á skíði sko. Mér langar að læra á skíði En ég nefn ekki að það taka þau ef þau eru upp á bílnum hjá mér með einhver apparati og ég fyrir að næja þau lapp í skablinu með undir hendinni ég kvið fyrir því vera að rusla genginu uppbyttir og svona en ef ég væri settur upp á fjall Nennur ekki að taka skíðin af bílnum? Nei, ég er að segja, ég nenn ekki vesen sko, ef ég væri að skíða, ég til í það og sérstaklega ef ég er upp á fjalli góð skilirði, það er kof á leiðinni með drikk og svona eins og þetta á að vera Sko, mín gaggrinni á Bláfjölli er að röðin er 18 mínútur þú ert 16 mínútur upp og 90 sekundur niður Konceptið sem ég er hefur að vera að falla í Ítalíu og Austuríki ferðu upp og 6 klukkutíma leiðin niður stoppar á leiðinni, það er beer heldur svo áfram, það er nátt að skíða Ok, það er 1-1 Finnst þið gaman að skafa? Nei, Skafa bílum? Já það finnst engum það gaman sko. Nei, það er ekki Kemur stundu kannski bara gaman og svona, þú veist, vanda sig við það og eitthvað, þetta ekki leðilegt Nei, Finnst þið gaman að skafa? Nei, mér finnst ekki gaman Ok. En já, Gíst ekki gefa ykkur punkt hana Nei Elskaru skordýr eða finnst þið þau annoying? Ég er alveg í smá tím skordýr sko mér finnst þau annoying Og 2-1 fyrir blöð Það er alltaf að pakka þið saman Vitið þið hvað strákar? Hvernig fílar skordýr? Já, þú veist Hann fílaði það ekkert sko Já, ég er Ég aldrei nefnilega séð að halda skordýr Nei, þú veist, kannski ekki öll skordýr en Þetta ég- stegi ekki skordýr Nei, ég er að segja í dag Ég veit þið trúðu mér ekki Ég veit bara þið Ég trúðu mér drep ekki skordýr en ég er ekkert eitthvað fan of þeim Nei, ég drep ekki maður skordýr sleppir þeim út Setur þið glasið og blaðið og eitthvað Ég ætla að segja ykkur eitt núna Þið verðið að trúa mig sko Ok. Ég er ekki að bulli ykkur Nei Ég get Jú, segðu ekki þetta. sagt Ant-Man Nei, ég veist það, nánast Ertu í alvöru Ant-Man? Nei, nánast Ég er Flyman Hvað þýðir það? Ég er að flyman Hvað þýðir það? Það skal flugur Nei Ertu að veiða flugur? Ég sko Þetta hljóma svo Segðu bara hvað það Þetta er. hljóma eins og ég er búin að missa Getur ekki sagt þess flyman og Nei. ekki útskipta síðan Málið er að ég bjarga nokkur flugum Ég gef sigur og hérna vatn og ég bjarga flugum Ef þú reynir að ljúa hérna í 1 sekundu til sjóðum vinniðinir En veistu það, Þá- ég er ekki þá að hendi tjóka þér hérna Það út. var fluga sem ég bjargaði Hvað? Hvað lá hún á bakinu og var hann að Já, já. hristast og eitthvað og þú gafst henni sigur og vatn Já, sett hann á disk og Kjaftaði gaf henni- þér, Já, Nei, þetta er satt Ég Og tók hvað, og fórum bara að fljúa aftur skjálbrósandi Já, já, og ekki bara það Ekki bara það Var það bara dehydrated eða? Nei, flugan ég gætt gert bara svona og flugan kom bara og var bara á puttanum Ég elska það og bara ég gætt sett hann og ég gætt hort á sjónvarpið með flugunni Hæ? Bara fiskiflugu Ég eignaðist bara a pet Eftir þú gafst henni Eftir ég sigur? líka hana við sko
Hún hefur elskað út af Málið það, ég veit þið trú mér ekki. Jó, ég meina Skrítin lígi. Hvað lifðu þú lengi? Það lifa bara 1-2 dagar sko. Já, þú veist, ég var ekki, ég veit svo Er hún ennþá heima það? I lost track. Nei, ég er að segja Sigrún getur vottað þetta þegar ég verði að tala við henni um þetta. Ég trúi það. Þetta er rosa, þetta er bara að lífga við Ef það er flug Dauður flugur. glugganum hjá mér heima þá get ég bara farið svona og ég get bara svona látið henni á hendina og ég get sleitt henni út. Ég þarf ekki að veiða hann. Kanntu vel við geituga því ég hata þá Mér er ekkert á mótið þeim heldur sko. Þú veist, ég sæk ekki í það en Ertu ég- bara hræddu við máva? Já, og ég er líka hrættu við ég er ekki hrættu við kóngulær en ég myndi ekki vilja hafa kóngul og skríðanda með skilur. Herða, 2-1. 2-1 er blöð Já, ég er ekki flyman. En hvernig finnst ykkur að ég er að flæma? Nei, sko málið er Þetta er elskar stórt, sko. Já, betur, elskar sko Já Hvernig stendur á þessu maður? 2-1 er blöð Já, Sko, Þetta er merkilegt. það er rosalegt sagði það. þú veist þannig að þú sumari henda fyrir unni betur En ertu ekki pyrrandi Að vera með flæmennin inni. En er ekki pyrrandi fyrir það á vetartíman Það er eitthvað flugur, þú veist, það fyrir töðunar að það ekki Nei, fari ekki töðanum sko. Núna stundu frost á klaganum En er einhvern tíma frosthjóður í Svetabregginu? Já, þetta er einn frost. Já, Það er alveg mjög smikil hitið þar. já, þetta er bara fer eftir Þú hefur ekki lent í því, þetta? Fer eftir mánuðum, jú. Hvað meinar þau? Hvað okkur lætur þess að það sé bara eðlast í heimi það sé hjá mér? Nei, ég bara fyrir að hann er ekki þín Hann er bara Það veist þú eitthvað sem ég veit ekki? Hann er sexually active, sko, okkar maður sko. Yes. Er það ekki flestir hérna? Eru Já, ekki ég bara bara- allir Ég veit ekki, ég bara hugsa upp á Nei, ég er að segja auðvitað bara, það koma mómenta sem að það er bara minna það og svo kemur móment sem ekki er meira frost, það. samt Nei, ég veit ekki minna alveg hvað það. þú með frost. Nei, Ertu að tala Hvað bara- flokkar er frost? Hvað Ég þýðir er bara það? að tala bara Það er bara frost, það er ekki allir lendið því Ykkur tíma, bara frost, síðan bara rífur þið í gang og, Já, þá varst Er það þú- ekki? en þú varst að Nei, segja hann ekki talaði bara- frost. Hann vildi meina tempóið okkur dótti Steind orðað hann en að fara á 5 skiptinu við 3 Því kalla það ekki frost sko. Nei, ég var aldrei að segja það. Ég er allavega, þetta er já hjá mér. Já, þetta er bara, þú veist, Punktur á blöð þú veist að við erum bara við erum að vera, þeir eru orðni fertugir, ég er að vera 38 ára. Þú ert að bara haldið búið að fært samanlega Já, já. Það er ekki að beila því Nei, ég er að segja það er eðlilegt að koma Bara bjóða moment sem- fluguvinniðinu með Já. Haltu bara ammali Eru það einu sem verða að jammalinu? Fluguvinni. En ég þarf að sína ykkur það. Þetta er svolítið merkilegt Já, sko. ég lakka til að koma að sjá þið talaði flugur. Já, já. Það eru 3-1 í blöð, nei, það eru stenduði punkt líka Já, 3-2. Hvort myndur þú fíla betur, myndur þú fíla betur 2 scenarios, og þau eru alveg hreinskilir Lapp út í sólina og fór sér strawberry daiquiri og eru með sólina á enninu eða fara undir cozy teppi með heitt kakó Sól, strawberry daiquiri. Ok, þá getur ekki gefið punktan og blöð stendi Ég er sammála blöð. Þá getur ég þið miður ekki gefið ykkur Það er mjög þig þarna, sko. Allir Íslendingar elska sól miklu meira heldur en nokkuð tíma veturinn hérna á Íslandi, samt búið öll hérna. Ég held til dæmis ef að Íslendingar væru með veðrið sem að er bara í LA eða á tenni eða eitthvað. Þetta sturlast. Já. En þeir eru bara- Ég held að Íslendingar En höndla það ekki. Nei, við gætum það ekki. Íslendingar aldrei ferðast meira en okkur núna Það er bara record, fólk drulla sig meira út Sunshine aftur heim Það er á leiðinu sóluna. En veit hvað, það er svo mikið af fólki sem getur verið að gera það sem það er að gera annar staðar. Þú veist, það er kannski búið að læra eitthvað og getur hoppað inn í sömu vinnu. Þannig sé sko, það sem er mentað í og svona. þetta er ekki þessi Ég held að, mér finnst alltaf sama svarið, þú veist, það er raun alltaf bara, já það er að, þú veist, ég er það skólinn eða þú veist, fjölskyldanir og vinirnir og Já, það er það sem er vesinni menn að það er ekki að samkomla, Já, allir, allt, það er til Allt heilu Ísland milli færa sig út Það er alveg að vera álur veisla Ég er að segja, þú veist, heldur að myndi allir vera game í það? Eða það væri bara, heyrðu, það ætla allir Heldur að það væri eitthvað sem væri bara, nei, ég vil ekki fara Ég veit Eða það myndi allir vera bara, já Ég held allir séu klári sko Ég held að hún myndir ná alveg 100 árs manns. Heldur að myndir, einn þriðja Íslandi væri til í að fara Ef við fengjum öll bara eitthvað plássa á tenni. Já, segjum að væri bara búið að skaffa Nei, ég er að segja búið að skaffa pláss á tenni núna Í þykjastunni Og það er pláss fyrir alla á Íslandi til að flytja yfir Hvað heldur að margir? Geðveik hugmynd, sko. Hvað heldur að margir vilja fara? Kennararnir og allt bara sem er Alltaf umgjörun hjá þeir er bara allt farið út 150 árs manns segi. Já, það væri pláss fyrir alla Já. Og allir fengjur tölupóst, bara þú mátt koma og það er bara, allir Við kostnaði erum öll að fara. Já. Ég held að hálft Ísland færi. Hálft Ísland. Þetta er business idea hjá þér, Steindi Já, Sturlu það þæging. er örugglega rosa létt. Já, byggja Já, þetta er bara smá vinna 150 líka hestar. sko. Já. Smá vinna Smá. Það eru það 3-2 Já. Elskaru hreindýr Já. Punktur og bán Býttu nú við, elska ég hreindir? Ég myndi aldrei drepa það til dæmis. Nei, það, Það er stendur. já, hvað meinar þú? Hvað meina ég? Ég elskar hreindýr, ég myndi ekki drepa það. Það er nákvæmlega sem ég meina. Getur ekki saðstendi og elskir hreindýr og sem drepur þau sko. Það er Nei. fyrir þau sko. Ég lék Rudolf í sko barnalegriti í Oklahoma. Blöð Já, ég lék meina, Rudolf þannig að þú hatar fiska, þú getur drepið fisk
Blöð er ekkert að drepa fisk. Ég elska ekki fisk eins og ég elskar hreindýr. Hreindýr eru beautiful. Já, ég sko ég var bara að hugsa ég myndi, hvað var ekki spurningin Elskar hreindýr? Já. Þetta er bara fárlega einföld spurning, elskar það ekki? Þú veist, með reyndir bara Ef þú elskar það ekki, ekkert skammast yfir það. Nei, ég er bara að spá í hvort ég elska þau ekki en þú veist, ég vil ekki drepa þau Nei, samt með Jú, þetta vekk. jú, ég elska þau Með þín í skúr heima höfður. Nei, Það finnst alveg rosa skrítið að ég elskir hreindýr en þú ert heimaður að leika við flugur. Nei, ég er að segja Gefa það sko sigur. Ég elska flugur meira, held ég Ok, 4-2, þetta er sko stendur í blöðveri King of Winter. Ég til í það núna. Ég fatta það bara, þetta er fýtt titill. Hleypur stundum á jöklum eins og Sexiest Man Alive Rúrik Gíslason. Hann hleypur stundum á jöklu og tekur svona drónaskott, hlaupandi yfir jökul. Ég gerði það fyrir Ísland Got Talent en ég geri það ekkit reglulega sko. Nei. Hlaupa á jöklum Við erum ekki í því Dróna influenskotið, hlaupandi á jöklu í sexy outfit. Já, við erum ekki dróna Og loka spurningin, þetta er Dagurinn sem ég blöð fyrir upp á jökul með dróna með búin að vinna þetta. Þetta er bara einhver spurning. Það ekki, á þið þá ekki að pikki þig Nei, ekki ef ég er orðin influencer. Hefur þið út í geggjum nýjum svona galla, glæni úlpa, glænjabuxur, allt glænýtt út að hlaupa á jökli, það er í alvöru. En ég er ekki að gera það fyrir auglýsingu. Nei, bara fyrir grammið. Það er aldrei að fara að gerast. Nei. Bara content. Nei, já, teki bara mynda mér með kaldan og flóðið og hendi henni inn. Er ekki eitthvað rosalega skrítið við það að uti myndi allt í henn eftir ferstut ákveð að vera áhrifavaldur? Nei, það er ekki auðvitað. Nei, það er bara ekki Það er fólk reymin að vinna þið sko. Síðasta. Og síðasta, hvort ertu meira horni í kulda að hita? Kulda. Flestir eru hérna samkvæmt nýstur rannsóknum er það hitin sko en hann að blöðra svolítið að reika þessa keppni sko. Ég ætlaði nú þetta, ég myndi örgulega að segja kulda líka. Já, alveg. Já, svona kallt úti, heitt inni. King of Winter. King of Winter, ég tek hennan Er það ekki? titil. Þetta er flottu titill. Þetta er flottar en King of Summer titilin sko. Lauti, þetta er flottu titill. Þetta er það Þetta náttúrulega. verður eftir ár. Það er Aftur þú getur unnið þetta næsta ár sko. Já, þið hlakka til að reyna. Ef þau eru hreinskilin þá er miklu harðara að vera konungu vetra heldur en sumar. Þegar maður segir þetta einhvern veginn, King of Winter, það hljóma bara. Þetta er frábært titill. Ég fer með þetta á bakinu til Florida. Þetta grínast. King of Winter er á leiðinni 30 gráðum. Kóngur vetrarins. Já, takk fyrir, ég veit þú ert að reyna að gera lítið úr þessu stendi en ég er í alveg sáttum með það. Þú ert það. Þú getur hætt þessu. Þú ert flottur. Ég veit alveg hvað að gera, flugnavinnur. Hlátur milli 4 og 6 alla föstudaga. FM 95 Blö. Þið erum að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og drengir mínir, oftast eftir spurningkeppni Gilsarans þá reynum við að fá smá þroska og lærdóm í hérna þátt. Þannig að þú vilt ekki fara í minnlið núna. Nei, ég var til að fara í virtasta lið FM 95 Blö frá upp og það eru sturgla staðrindir. Wow, ok. Þetta er Insane facts. Ég glemt að segja ykkur sko. Ég er með þetta tilbúin á nokkru liðblöðu. En byrja, herðu, hvað er Nokkra þetta liði? hérna máva-læginni? Nú ætlaði ekki að koma það í dag. Jú, ég ætla að gera það. En ég heyrði, sko, þetta skrifast ekki á mig af því að ég heyrði Geira Það þið búin að lofa sér 3 vikur? Já, hann ætlaði að taka þetta upp hann hérna Ásgeir Já, Orri okkar besti. Okkar langbesti. En hann er búin að vera á haus í ok. vinnu. Þannig að ég hef bara raun ekki komist til hans. Þetta var ekki að stoppa þér. Mér er alveg sama hvernig þú klára þetta. Klára þetta bara einhver tíma. Ég Þó skal- að gerist þetta í 3 ár, bara klára það. Okay. Það mun koma mávalag. Það er líka oftir að rökka mig mávalagi sko. Ég er bara fínt að koma núna. Það er í vinslu. Ok. En hérna, ég er með nýja liðlíkastrákur í dag. Ef þið viljið fara í hann, þið ráðið. Ef tími Já, ef við leiðir. höfum tíma. Hann heitir Hver er maðurinn? Eru þið tilbúin? Hver er maðurinn? Hljómar fáránlega vel, sko. Bara hver einasta manneski á Íslandi spila það í bílnum sko. Já, þetta er klassískur bílaleikur. Já. Og ég fór að hugsa Þetta er basically eins og allt sem út að tala um í blöðkastinu eru bara eitthvað stólnar hugmyndir sko. Já. Þótt þetta búið til íþrótt það er bara annarkur úlingur sem senda á með þessi oft í þessu sko. Nei, í vöfflunni. Já. Nei, Allir heyrtu um þetta sko. Nei, þetta er einspark, klassískur einsparkleikur. En ég hef búin að tvista, við byggum til vöffluna. Já, það sá leikur heitir Rass. Það voru svona 50 manns án þess að íkja sem senda með þetta. Hann er bara basically að tala um Rass. Já, en svo má ekki gleyma að fólk hugsar eins. Það er, Heitir leikurinn Rass. eins og áðanstafar þegar við vorum í hérna top 3 sér það, við erum allir að svipum aldrei, við hugsum eins, við erum með svona Það var eiginlega bara um íslensku þættina. en já, Herru, ok, sturlaða staðrendir eru tilbúinir. Já. Þetta, ég ætla að byrja á einu rosalegu og þetta er eitthvað sem ég held þið viti en ég er ekki vissum að það viti hversu háa tölur við erum að tala um þetta. Árið 2016 var Facebook metið á 350B. Árið 2021 var Facebook metið á 900 billjón dollara. Í dag er það metið á 250 billjón dollara. Það er sko að droppa. Já. litla droppið Á einu árið er þetta farið úr 900 billjónir Menn er að taka illa í the metaverse en ekki við félagarnir.
menn sko, fólk að afskrifa Facebook, sko, fólk að tala að þetta veri bara að fara á hausin innan 4 ára, sko. Í alvörunni? Já, það er margir Það er ekki á hausin, sko, það er Instagram, sko, átt Instagram og fer aldrei á hausin, sko. Já, sko, en ef þú áttir samt, jú, þú getur alveg gert það, en ef þú áttir 3,5, sagði ekki, hvað það var þetta mikið, 350 2016 var þetta 350 og það er komin í 200. Já, 2021 var þetta 900. Þetta lítur ekki vel út, Þetta sko. 900 í, hvað, 200 og hvað? Já. Það er, þeir sko framleiða cash. Það er engar ágjör að, Zuckerberg er ekki að fara í zero, sko. Nei, ekki hann persónulega, En sko- en þú veist, það voru 11 starfsmenn sagt upp í dag. The metaverse were the shit. Já, Ég er að fara að vinna á strönd að svara e-maili. Já, við erum allavega miklir metamenn, þannig að við höfum trúað því, sko. Já, Helviti fáir. ég vil ekki að það gerist en ég held að það gerist. Næsta, þú þarfst að stapla 350.000 Lego-kuppum til þess að brjóta neðsta kuppin. Þetta var svona skemmtileg starrend. Ég veit ekki hvort það sé búið að reyna þetta, en það er allavega einhverju svona að búið að mæla það. Já. Getur þú brotið næst að þá ef að... Já, veistu, þú basically var að tala um þú þarft þyngdin af 350.000 kuppum til að neðst í gefi sín. Það er einhver engineer sem örgulega reiknað þetta. Eitthvað sem við getum ekki. Ég væri ekkit sérstaklega stoltur af mér ef ég kemi heim á vinnunu og var að segja bara fjölskylduna að þetta var svona niðurstaðan sem ég er búin að vera að gera í nokkur ár. Já, en þú ert stoltur að koma heim og segja og sett vinu flugna í spurningakeppni Gilsson 38 ára gammal. Flyman. Næstu það er að fluga heima eitthvað svona að fara að drepast í klukkustinu á mig og ringi í því. Það er Flyman yfir. Það er hægt að hjálpa þeim aðeins. Já, sko, ferdu þið kallum sem gera ennþá síma þetta í vinnunni sinni, geta ekki bara að rakka niður engineers hjá Lego, sko. Nei, ég er ekkert að, ég er bara að segja, sko. Hættu því, Steindór. Nei, ég er bara að segja, mér finnst þetta mjög Þið finnst þetta ekki ómerkileg merkilegt? könnun. Nei, mér finnst þetta ekki merkilegt. Af því að margir engineers er að gera eitthvað geggjaða hluti, sko, en þessi Lego-könnun þetta er svona, já. Herru, meðal krakki, það er earmuffs ef það er einhver ungir í bílunum núna, earmuffs, taka fyrir eirun eða lækka Eða aðeins. setja á bylginu bara í svona 35 sekundur. Er þetta eitthvað Ég ætla að segja þetta á ennsku. The average kid stops believing in Santa Claus at 8 years old. Hvað tala betri ennsku í dag? 8 ára krakkar skildu þetta, sko. Þetta grínast. Dóttir minn tala miklu betur ensku en ég, sko. Já, þú náttúrulega ekki talað á ennsku, þannig að það kemur ekkert á það. Nei, hún tala bara ensku. Earmuffs. Ok, earmuffs, allavega meðal krakki hættir að trúa á jólusinn 8 ára. Já, en ég meni ég er ennþá a believer, hann að ykkur að hlusta að I believe. Já, ég Hashtag I believe. þetta fer bara eftir fólki, ég meina, ég trúi. Já, ég trúi líka. Ég Hann trú að hættir að Jesú. koma eða þú hættir að trúa. Men við trúum á jólasveinin líka. Nei, hann að Jesú og jólasveinin og allt þetta. Við trúum allt saman í og blöð allan. Já, Trúum ekki þetta góða. Já, en hérna trúið ekkert á Star Wars, hérna, það er til Star Wars trú. Já, ég er nú ekki alveg þess. Hún er meira þess að ekki það lítil, sko. Er þetta líka með Jay-Z og Bibi? Nei, ég er að segja, fólk trúir bara á Star Já, Wars. þá ertu að fokki niður í eitt stendi ef þú trúur á Star Wars, sko. Nú, akkur Að það sé til í alveg Star Wars. haldið eitthvað, ég skil ekki, akkur finnst ykkur það að vera svona skrítið með Hvað er fullt af þetta, öðru? geislasverð og... Að hvítu kallarinn séu til með byssurnar. Já, Geti bara reykist á það aukst að þú göttu það. fólk Steindi, þú trúir verður að fara að lesa biblíunum. Fólk trúir á, ég er bara að segja að fólk trúir á ýmislegt. Svo er náttúrulega tannálun og Þú ert ekki að páskaklenna. finna eitt svona manneski sem trúi fyrir mig á Star Wars. Sko, þessi hefur komið allavega einu svona 2 áður. Ég man núna okkur í meðan. Ég hef ekki komist í styrlaða staðrind. Ég ætla að það hefur ekki verið í 3-4 vikur. skita. Ég tók þessa sérstaklega þegar þú varst erlendi segir. Já. Af því að hafa sveppin við okkur. Já. Lágvaxnir menn eru reyðar að eðlisfæra heldur en hávaxnir menn. Ég ætla að spyrja svepp út í þetta. En þessi hefur komið áður hjá okkur. Já. Ég steindi sá þetta náttúrulega í Bauhaus. Já. Ég meina, Á ég er sínum ekki, nú er ég ekki hávaxinn, ég er 1,78. Með Það er ekki lágvaxin sann, sko. Nei, en ég Ekki Danny DeVito, ég er ekki 1,53, sko. Nei, ég er ekki alltaf brjálaður, sko. En ég sá þetta náttúrulega, ég sá mig byrjum þarna. Já, við hefum fengið þá sögu oftar en einu sinni en ég ætla að fara í næsta. Hvað ætla að fengja það sögu oft? Það var brjálaður. Cellonfile er fólk sem örfast kynfærislega af tunglinu. Vissi ekki að það væri hægt eða væri til. Af tunglinu? Já, veist, já. Finnst- Er það ekki bara fyrst ekki bara tungli sexy og cozy er bara, Það finnst það, jú. finnst það bara sexy. Já, Horfið bara tunglið og er bara shit. Þetta Já, tunglið gera er eitthvað sexy. fyrir það. Það er náttúrulega talað um trú að hérna hafi áhrif á mannfólki þegar það er fullt tungl. Ég er enda að kaupa það ekki. Þú veist, maður heyrir oft farið valið að fullt Ég tungl. meina og teipa löggan svona. segir ofta eitthvað djöðs vesin í bænum í gerðan alltaf fullt tungl og maður lista reglulega og miðlum, sko. Að það sé þá eitthvað fólk að breytast í varúla þá eða?
Nei, meiri bara svona eitthvað meiri gír Það er bara eitthvað í okkur. Þú erum náttúrulega bara animals. Þegar það er fullt tungl og verður okkur ruglu. Það sé einhver orka sem að koma frá tunglinu. Fyrst þú, hendur fleiri hristinga þegar það er fullt tungl? Ég bara, ég veit aldrei hvenær það er fullt tungl. Ég hef ekki hugmyndu það. Ég mjög sjaldan að leita eftir því. Það var sama með fingrafar og tungunar. Það er engin eins. Basically, ef þú væri handtekinn, þá væri hægt að láta setja bleki á tunguna og setja það niður. Það er engin með eins hérna á tungunni. Já, akkur ætla þessi ekki frekar að nota þá bara heldur en. Það er ógeðslegt. Það er rannsaka glæp og þar glæpmann verður með tungun út allt húsi og það ég fatt það ekki. Við erum ára að koma illa út þessari könnum. Frekar kannski með puttana og veggjum og hurðun. Já, nú meira að tala svona tungufar hérna þegar ekki. Já, meira að tala svona, þú veist, ef þú niður á lögreglustöð og segir svona, herru, settu hérna fingurinn á blekið, þá getur þú kannski freka bara svona, herru, hérna, gerðu tungunni í kryddið. En hann var að útskýra þegar það er, af því að það eru fingraför út allt. Já, ég er ekki að tala þegar þú ert að solva case, ég er að tala meira bara svona að þú ert komin á stöð. Já, en ástæðan fyrir að þú tekur fingraför niður á stöð er að þú skildir fremja glæp einhvern veginn. Mastu þú að tala grindaprófið í byrjun þetta? Þetta ástæðan fyrir að sendur mér ég ætli ekki í það. Það eru tvær eftir. Jim Carrey var boðið hlutverk Jack Sparrow, þetta vissi ég ekki, og hann neitaði til þess að gera kvikmyndina Bruce Almighty. Þannig að John Depp tekið það eftir. Vel valið hann. Sko, ég sé ekki fyrir mér í það kannski verið geggjaður í. Já, hann hefði verið geggjaður held ég. En sko, jú, ég menna þú veist þetta. Ég hittaði skilað með röð, það voru fleiri myndir. Já, kom ykkur 5-6 myndir og eitthvað. En þetta er en nú aftur, þetta er ekki myndirna sem hann er kannski stoltastur af ferlinum held ég. Ekki svona með beiguna sem hann tók á ferlinum sko. Þetta eru svona box office myndir. Þú veist það, monster box office myndir. Og þú ferð svona í bíó og svo ferð heim og þú er búin að gleyma algjörlega hvað myndi var bara sem varst að horfa á eftir 2 mínútur. Já, svo er það síðasta. Sæði getur beðið 5 daga inn í konu fram að eglósi. Þannig að beðið? Já, ástæð getur bara leið á samt orðið að baby. Ég veist það ekki, 5 dagar, það er meira enn í held. It is weird. It is weird. Og ég spyr, hvað er svo að kjafta það, drengir? Þurfum við ekki að fá smá skýrslu? Já, hvað Facebook er metið á 350 legokaupar meðal krakki hættir að trúa jólasvein, lágvagnir, reiðar, eðlusvari, seljanfæli fólk sem með tungli. Það er eins með fingrafarið og tungufarið. Jim Carrey neitaði Jack Sparrow og sagði getur beðið í 5 daga. Ég held sko tunglið eða lágvaxir annarkvort sko svona. Já, en hann sagði á hann eitthvað, ég líka spurt sveppa þessu hvort hann sé með horsemonir tvísvar. Ég vil ekki henda okkur bara. Ég segi bara annarkvort sko. Hvað segir þú þetta? Ég ætla að henda mér tunglið. Tunglið er rétt. Við erum það betri í þessu. Já, var þetta ekki svolítið gefið? Nei, ég ætla að ná eitthvað svona í hináttina með að tala fullt tungl og fólk eru svolítið klikkað á eitthvað. Gekk ekki, þetta voru sturglaðar staðreyndir. Það held ég, kæru hlustendur, þið eru að hlusta hér á FM 95 Blöð, en já, það er eiginlega bara komið að lokum hér hjá okkur í dag, elsku drengir. Já, þetta fljótt að líða. Mér langaði nefnilega að ég var með svo rosalega gott myndir fyrir Cass í dag. En ég á það bara inni og á það í hólu. En herru, áður við kvöðum, mér langar svo að taka því að ég er með einn nýja lið sem heitir Hver er maðurinn? Mér langar svo að enda á honum. Þetta er sko málega því að ég tók eftir að nú er umferðin farin að aukast. Það er allt út í bílum núna meðan þátturinn er. Þannig að þetta jólunum eða? Já, við erum ekki að fara að spyrja, er þetta leikar, er þetta Nei, ég fór að hugsa, hvað er svona classic bílalegur? Hver er maðurinn? Allir í bíl, já. Það er Hver er maðurinn. Og mér langaði að henda ykkur Hver er maðurinn. Er það einn maður? Já, þetta getur ekki. Nei, þetta eru bara, þið fáu bara x mörg gísk. Ég ætla að segja 5 gísk á mann. Sigurlö. Nei, ég þarf að gefa, þið þurfa að spyrja. Já, ég held bara að væri Sigurlö. Kallmaður eða kona? Er þetta kallmaður? Nei. Er þetta kona? Nei. Hæ? Er þetta jólasveinin? Nei. Er þetta pulla? Hundurinn minn? Nei, þú ert ekki kona og ekki kall. Nei. Hvað er þetta? Jésu. Hvað er þetta? Nei, ekki Star Wars. Það er ekki að spyrja mig eitthvað vísbendingar. Ég veit það ekki. Ég nenni ekki Hver er maðurinn hérna í hókinn sko. Kannski nenni að verðum að keira til Akureyrar. En er þetta manneskja? Þessi liður er ekki að Hvernig segir þú Hver er maðurinn? Fólk finnst það gaman að spila í bílnum. Þetta er ekki maður. Nei, þetta er ekki maður. Af hverju segir þú Hver er maðurinn? Hvað er þetta dýr? Nei. Hæ? Nei. Fluga? Flyman? Það er dýr, nei, og ég er flyman, já. Hvað er þetta, húsgagn, stóll? Nei. Herru, það er komið að lokum hér. Ok, þetta er fígúra. Ant-Man? Nei.
Fígúra Fígúra? Tengist fréttum dagsins, eða gerdagsins. Nei, fyrradag, af því að við erum að taka upp á miðvikudegi. Fréttum, hvað gerist í dag? Þetta er stórt sem gerist í dag. Hvað gerði þessi í dag? Já Ég Þetta bulla Sikka eru lélegir í þessum leik. Þetta er bara svo leiðilegt. Þetta er fígúra. Já, þetta er fígúra. Og þú veist, þið hefði geta. Þetta er svali. Það er drikkur. Já, og fígúran er svo ekki fígúra. Það er drikkur. Þessi liði verður vantilega one time only. Ég get alveg lofa eitthvað því. Ég flýg heim frá Flórida þegar ég farið í þetta með liður. Hver maður var svali? Drikkur, ekki King Svali. Nei, þú veist, það er máli verið með hvað sem er. Þú veist, það frekar að hafa útastmanni Svala. Við mátt að giska þannig. Já, og tengingu. Já, það er verið glæð. Beint tenging í maður. Já, þetta verður aldrei aftur. Nei, en hann er hættur Svali. Er þið ekki leiðir í Já, minnst það endar skellur. Ég held að Hjalti væri hættur og maður tala um dæmunu. Já, þjóðin er brjálu, sko. Já, þetta mun ekkert hafa einhver áhrif á skapnið. Nei, bara, farið bara ávöxt til langar í. Það er ekki bara. Já, herru, við minnum á blöggastið sem verður næsta þriðjudag og fimmtudaginn í næstu viku. Ég tók upp áður en ég fer út, ég hitti þá Patrik Hæmi og Bassa með Rast, þannig að það er auka þáttur af blöggastinu líka í næstu viku. Annars bara drengir treysti ykkur fyrir blöggastinu og FN9 fyrir blögg næstu 2 vikur. Já, og við ætlum að vera með rosalega þætti. Við kannski fáum að ringja út og taka stöðu. Þú voru að vökvaði aðeins og hérna í sólinni og setja inn á grammið og lega fólki aðeins að það sendir maður svolítið út þegar maður er hérna í ógiðinu að horfa okkur út í sól. Ég elska Ég skal henda á grammið fyrir þig. Takk. Annars einu sem það er að sjá er bara sól. Það er ekki neitt eitthvað fyndið, bara sól. Það er eitt ístrákar, ég er ekki alveg búin að taka ákvörðun hvort ég komist í það á morgun. Hvað? En ef ég kemst á morgun, ég er að tekka stöðuna heima, þá ætla ég að hendi auka þáttur í blöggastið að því að það er risa UFC kvöld á morgun. Þú voru að finna betti þá. Já, þá mun ég spá í spilin og að sjálfsögðu hérna svona kalla mín eigin úrslit, hvernig og gíska á þetta og svona og fá góða gesti. Ég er ekki að lofa þessu og ég ætla ekki að sverja þetta, en mér langar að taka upp UFC hot fyrir UFC aðdáendur og hérna ég ætla að reyna allt sem ég get til að gera það. Geggjað, eigið góða helgi kæru hlustendur og bara takk fyrir hlustun í dag. Ég heyri ykkur eftir 2 vikur en drengirni verði ykkur hér til hals og traust næstu 2 vikunar. Herðu, og njótt úti. Skemmtilegt, takk fyrir það. Já, ég beði hilsaði í bili. FM 95 blöð á FM 957.